Og FM 95 Blöð hafði göngu sína þennan föstudaginn. Það ekki 2 harðir og 1 dún mjúkur þennan föstudaginn heldur, ef við ekki að fara svo langt að segja 3 harðir Egill. Jó, ég myndi kalla þetta 3 harða. 3 grjótharðir því að hann mættur hingað í hans stað, hann Jón Jónsson. Vertu velkominn, Jan. Já, takk ykkur fyrir og takk fyrir að henda í mig bara að ég sé harður. Og eftir harður. Góðvinnu þáttarins, mættur hingað. Já, gaman að koma, yndislegt. Og Steindi, hann stattur núna í Danmörku að bæta í safnið sitt. Hann heldur ístekað að kaupa eitthvað svona gamla hann í Danmörku en hann náttúrulega ekkert að bæta í neitt saman. Hann örugglega að fá sér 1 tók kalda og ég get lofaði því ef 1 dún mjúkur mætti til Danmörku, hann mun fá sér 1 líði, glæða sko. Það er skilið. Það er staðfest. Skrítið að sjá ekki bumbur rekast í borðið, heldur bara 6-pack á borð. Ég hef aldrei séð þetta. Já, þeir eru mjög ólíkir, Jón og Steindi í vexti allavega. Mjög ólíkir. En báðir hressir og góðir drengir. Jón er í toppstandi. Mjög kynasætti. Mjög kynasætti. Já, bara flottur, Jón, glæsilegt. Fyllandi fín. Já, ég ætla að spyrja, hvernig ertu? Ég er bara fyllandi fín. Egill, hvernig er þú? Ég hef aldrei verið betri. Aldrei verið betri, þá er allt eins og það á að vera. Því að við erum með veisluhandtekur í dag, kæru hlustendur. Það er, Jón, þú sagði mér og þú ert ekki með íslenskslúður, þú ert með færeislúður. Já, þú veist, Steindi er náttúrulega með íslenska slúðri, ég get ekki verið að fara inn á hans territory. Nei, þú vilt bara, hann á þann markað. Hann á þann markað og hann er að fá þau e-mail, skilur. Málið ég er 1/8 færeyingur, langaði minn var færeyingur. Já. Og ekki það skammast neitt við það. Alls ekki, og þess vegna er ég að fá þá mailan svolítið. Já, fólk var færeyum að senda það hvað að gerast þar. Mikið. En er þetta færeyingar sem við Íslendingar þekkjum? Já, ég myndi segja það, já, algjörlega. Það verður gaman að heyra hvað er að gerast í Færeyjum. Já. Ofta veltaði fyrir mér. Þetta bara er að opna nýjar vittir hérna. Myndur þú verið casher á sínu stað? Verður gaman að heyra hvort að Jón sé dýr eða ódýr. Það bara hannig. Sturla, staðreyndir og svo er það líka, þú ert ekki með gettóbetur, Jón. Hvað ertu með hand okkur? Enn og aftur, það vil ég ekki vera að taka eitthvað svoleiðis frá Steindanum og ég ætla að fara alveg hinum megin á pólinn og ég ætla að vera með hástéttóbetur. Hástéttóbetur? Já, það er svona hástéttin, það mun henda mér mjög vel. Beverly Hills barninu. Já, algjörlega. Það var veisla. Þú náttúrulega tapar á móti Blöð í gettóbetur. Já, hann ólst náttúrulega upp í gettóinu. Men ég er Beverly Hills, þetta henda mér mjög vel. Það er svo langt að segja Söðugrókur sé gettó. Ég meina, málið sé að Rósa Blöð, hann ólst upp í The Gutter, en nú er hann á Arnarnesinu. Og lífið leikur við það. Herru, svo erum við með þetta er svolítið amerísku draumurinn saga. Það vinjar í skýtnum allt niður um sig og reif sig í gang. Býta eftir að segja, fóreldrarnir, ég hef aldrei haft það slæmt Egill og aldrei verið í ræsinu og fóreldrarnir mínir bara hafa verið og við erum ekki lægið með þig. Ég sagði það aldrei, sagði bara við erum bara fínasta middle-class fjölskylda og höldum því áfram, bara stolt af því. Svo er það spurt og svarað, stendur hérna á handritunum mínu með allt á stórum stöðum. Hörðu, ég er með 3 dagskrárliði í dag. Nei, okkur, spurt og svarað. Og hvað, ég er ekki með neitt annað frá þér. Ertu stuðlað? Þú ert ekki með ball helgina. Ég vil ekki að tengja stuðlaði svolítið við þegar þú ert með ball. Býta aðeins, nei, stuðlaði er dagskrárliður í þessum útastætti. Tengist ég ekkert hvort þess að vera í páskatúr eða ekki. Ég er með stuðlag! Ok, gerum eitt greiða. Hætt að gera lítið á dagskrárliðinu minn. Ok, ég skal hætt að gera lítið á dagskrárliðinu ef þú gerir mér eitt greiða. Hætt að kalla þetta páskatúriðin. Þú kíktir að Blönduós og Akureyri og eitthvað og varst með 2 gig. Nei, nú hætta þessu. Ég fór í 4 böll á 5 dögum. Tjá, nú skilum ég. 4 böll á 5 dögum. Þetta var svolítið gaman að fylgjast með þér, því að þú fyrst líka upplifið þetta að þú átt barn, þú ert faðir. Það bara horfist þér. Þetta er svolítið tógast á. Þú ert að sinna aðdáendum, barnið heima. Hvernig líður? Ég átti að vera í fríi. Þú átti að vera í fríi. Eina fríið mitt. Það er búin að vera í sporthúsinu 24/7, hugsa, páskafrí, loksins kemur frí. 4 böll á 5 dögum. Ekkert frí. Akkurat. Ekkert frí. Allt er að segja böll. En aldrei aftur kalla þetta páskatúriðin. Það er ágætt, það er upp í stuðla og hvað er það þriði? Þriði dagskrárliðurinn minn. Ég vil helst ekki segja það strax, Blondale. Ég er svolítið að koma þér og Detective John og hlustendum óvart. Glænýr dagskrárliður sem ég ætla að vera með í dag. Ok. Svo erum við líka með, splunkunýtt lag frá Rottaler og Bent ætlar að mæta hinga í spjall. Það er ýmislegt sem við getum rætt við þann dreng. Þannig að, ég myndi segja, kæru hlustendur, að á skalanum 0 til 10 og þá erum við með 10 í dag. Ég hygg ekki við að segja. Jón Jónsson er þetta með okkur. Já, gott fólk, þið eruð að hlusta hér á FM 95 Blöð á FM 957. Hér heilsar ykkur gestastjórnandinn þennan föstudaginn, Jan
Johnson. Þetta er fínasta opnun hér. Egil, við erum að gefa þessu. Já, góður útastmaður. Ég sé þið fyrir með þetta svona 10 ár á bylgjunni. Já, alltaf að spila Ég er einn með Jóni Jóns frá Angaf þetta úr 2011. Þetta er meistari Jón Jónsson. Lítið heist í honum bara síðkastu. Já, akkurat. En ég get sagt ykkur að hann er hress. En það er komið að slúðri hér í FM 95 Blö og já, ég er með ágætis pakka handa ykkur núna. Mikið óbóðslegri fegin að sömur í Danmörku núna því að, Jón, þú ert ekki að fara að segja okkur eitthvað að Macaulay Culkin sé á dælunni eða Wesley Snipes að vera að fylgjast með úlinginu sínum og einhverju skápmóti það? Nei, ég er ekki með neitt slíkt sko. Ok, gott, þannig að ég fæði smá frið með Ég slúðri núna. reyndar Cuba Gooding Jr. Ég er með hann svolítið. Nei, við erum góðir. Það er mikill meistari. Ég ætla að byrja þetta á Jay-Z en já, þessi snillingur Á Jesú eða söngvarnum? Rapparinn, Jay-Z, fyrirgefðu. Ég náttúrulega veit að þú ert mikill Jay-Z maður. Já, hann ætlar að halda sem sagt, hann verður með svona VIP party fyrir og eftir bardaga Pacquiao og Mayweather. Og menn vilja meina þetta sé the ticket in town til að fá að komast í þetta partí. En það er ekki frýtt í það. Ef við ekki skella ykkur félagarnir? Já, ég er til. Eina, það kostar okkur ekki nema 7 milljónur á kjaft að vera á einu borðinu. Þannig að við þrír saman, það er 21. Það er svoleiðis. Já, það er bara 7 milljónir fyrir VIP borð. Hvað ætlar að halda þetta partí? Bara, náttúrulega MGM það sem að bardaginn er. Já, það eru bara einhverju guttsett sal. Já, þetta er náttúrulega, þetta er engin eðlilega hótelandi vega, sko. Þarna eru bara allir flottust skemmtstæðan og allt inn á sömu hótelum, sko. Og það er fyrir að fara neitt. Það er til að skella mér. Er einhverju búin að melda sig í partíð? Nei, þetta er góð spurning. Ég var einmitt að leita því, en þetta var bara að vera... Þetta var bara detta. Tickets voru bara detta. En ég er búin að gera Facebook event. Þannig að maður getur gert góðing. Hann með invite. Ætlar að henda í attending. Ég hvað að gera maybe. Þetta er 7 kúlur. Ég þarf að hugsa þetta. Hey Jay, you know I just need to fund this, the trip and everything. Yeah, think it a little bit. So I'm gonna put in a maybe, okay? En allavega, einhver, veist að þurfi ekki einhverju svona eins og Jón Gunnar eða Kolba þessi menn sem að kunna halda partí á Íslandi, þurfi þeir ekki að fara að rukka í síðan partí? Auðvitað. Algjörlega. Kannski, hann er kannski frumkvöld í þessu núna, Jay-Z. Já. Pæltið, þú veist, eins og Lemon er að fara að opna í Hafnarfirði, þú veist, maður er bara geðið partí og hann væri bara bjóða á, þú veist, það var, þið kannski ekki 7 millur, skilju. Nei, 50 skall. 50 skallinn. Allir ekki að opna partí Lemon. Jú, hvað er það? Það kostar ekki með 50 skall básinn. Í alveg. Það er mjög sanngjarnt. Já, fær frí að bók með. Ok, svo er hér, ég er með meira slúður. Það er sem að allir að tala um í Hollywood núna. Það er að, já, þau eru vist ekki bara vinir lengur, Justin Bieber og Kendall Jenner. Kendall Jenner úr Kardashian fjölskyldunni, litla systirinn. Þau eru vist að, já, allavega, þau eru friends with benefits eins og stendur hérna og, já, sem vilja meina að þetta sé bara par sem er að verða til. Það er svoleiðis. Já, hún er að verða einn eftirsótasta fyrirsæta heims, þessi Kendall Jenner, og er að verða, sko, stærri en Kim, systir sín. Það er svoleiðis. Já, hún er með 20 miljón manns á Instagram og ég veit ekki hvað og hvað. Og já, Justin Bieber náttúrulega þekki allir. Það pældi hvað mikið að hæfileikum í allir þessar Kardashian fjölskyldu. Hvað? Bara, ég ætla að kvittundi það. Þetta er fyrir ósangjarnt. Nei, drengir, ekki, nei. Nú, býtu, nefndu eina manneskjusar fjölskyldu sem er ekki highly successful í dag. Já, býtu, þar skal ég gefa þér. Ég skal gefa Kim Kardashian það, hún er hrikalega dugleg og veit alveg hvað hún að gera. En hvaða hæfileika hún með? Hvaða hæfileika? Hún er skemmtileg, fyndin, hún er gáð, hún er hugmyndarík, hún er gáð, dugleg, þetta er allt hæfileikar. En þú veist, hún er ekki, jú, er hún ekki fyrirsæta kannski? Við verðum að gefa henni það, sé fyrirsæta. Jó, módel og líka sem ég er svo gafna, módel, en mjög háa grendaustölu at the same time. Já, hún er dugleg, ég er alveg í Kim. Það er mest ótrúlega einhvern veginn, guð einhvern veginn, verður ég að gefa þessari fjölskyldu bara allt einhvern veginn. Meðan að sumir fá einhvern veginn ekki neitt. Já. Ert þú þarna í Team Kim, Jón? Já, allan daginn. Já, þetta er líka örgulega spennandi frétt fyrir pappans junior, seniorinn, að Kendall Jenner sé að byrja með Bieber, hann er mikill aðdáandi þáttana. Já. Og, en Justin, hann er svolítið að henda sér að vera svona með fyrirsætum. Já, er það ekki? Jú, hann reyndar Selena Gomez, hún er náttúrulega söngkona. Já, hún er náttúrulega söngkona. En ég er svolítið, stundum er ég í Team Bieber
Stundum ég bara, ok, Bieber hann með allt niður sem hann að gera þess, þetta er hálfviti Síðan ég alltaf daginn eftir, ok, ég tím Bieber Hann náttúrulega bara krakki og hann 21 árs skilur, við bara leiða honum hann jafngamall núna og ég var þegar ég var að byrja í 70 það hann búin að vera lengi að og ég man hvernig ég var í 70 mínútum þegar hann var að byrja Fárveikur gefum Justin það hann búin að vera hann kannski bara höndlað ágætlega allt þetta árið já, hann að þroska skallinn og ég bara vona að hann verður svona ég vil sjá hann taka Justin Timberlake á þetta farið núna í bíómyndirnar já, farið í bíómyndir og svona flotta plötur og farið bara svona, þú veist, að haga sem svo maður Justin alveg með þetta já, ég meina það þú veist, þú getur aldrei verið eitthvað ég ekki Justin Timberlake maður nei, þú veist, þá eitthvað aðeins já, í alvörunni, sko og hann gæti líka með þess að Justin Bieber gæti tekið, ég sá hann bara gott viðtal við Mark Wahlberg var bara snar rugglaður rúlingu og var bara leiðin í ræsið og fangelsi og bara stela og eitthvað og hann sneri við blaðinu þegar hann tvítugur svo var hann byrjað að leika í bíómyndum og hætti að vera Mark þannig að Bieber er alveg séns ég held að þetta veri stutt og stórma samt samband en hvaða nafn myndi ef að Bieber þú veist ef að þess að Mark var síðan bara Mark Wahlberg skilur þú veist officially hvað myndi Bieber vinna með í bíómyndunum veistu það? Kannski ekki meira manly út af Justin Bieber já það er svolítið hey Bieber það er svolítið úlingalegt þetta var Justin eitthvað það er bara JB þetta var slúðupakki dagsins hér eftir smástund myndur fyrir cash hvað getur þú góða mynd story JB Ég ætla þjóðhátíð Ég ætla þjóðhátíð Ég ætla þjóðhátíð í Eyjum Ég ætla þjóðhátíð Þjóðhátíð í Eyjum 2015 Forsala er hafin Tryggðu þér miða á dalurinn.is og láttu sjá þig í brekkunni Þjóðhátíð 2015 Það sem hjartað slær Komdu í mat á veitingastað IKEA Í apríl færðu grísasnitsel og meðlæti á aðeins 895 krónur Við hlökkum til að sjá þig IKEA Það er kauplaup í Smáralind 10-70% afsláttur af nýjum vörum Skoðaðu tilboðin í kauplaupsblaðinu Smáralind Góða skemmtun Mér langar í hamborgara, mömmu langar í fisk Pappa langar í steik, hvert ég var að fara? Grillhúsið Góðir í öllu Ég ætla þjóðhátíð Ég ætla þjóðhátíð Ég ætla þjóðhátíð í Eyjum Ég ætla þjóðhátíð Þjóðhátíð í Eyjum 2015 Forsala er hafin Tryggðu þér miða á dalurinn.is og láttu sjá þig í brekkunni Þjóðhátíð 2015 Það sem hjartað slær Ale House Burger með tignarlegu beikoni og áhyggjulausum frönskum á Fredriksen, Hafnarstræti 5. FM 95 Blö er í boði hamborgarafabrikunar Harris og, hvað heitir hann aftur? John Newman sem með hann í þessu lagi þetta lag er í miklu uppáldið af mér og verður ekki þreytt ég held að segja að ég er ekki að hlusta það heima alltaf þegar ég heyri þetta lag þá er ég útdarpinu Don't blame it on me Blame it on me maður fyrir gýrin bara þeir eru að hlusta hér á FM 95 Blöð það er Ötti, Egill og Jón Jónsson sem er í stað Steinda Junior sem er í Danmörku Lindfullur Já, við vitum það nú ekki, það er fullt nefnt að segja það ekki Hvað er klukkan í Danmörku núna? 5:30, 6, jú, hann er kominn í það En það er komið á dagskrálið sem að heitir Mynduru fyrir pening eða mynduru fyrir cash eins og hann kallaði þetta oft og það er bara þannig Cash is king Ég verður meila að henda trailer Má ekki Nei, það er komið gott að þessum trailer Ég hef ekki teirt fólk kvarta mikið yfir hún Ekki einhver til Fólk er byrjað að kvarta á Twitter yfir hún sko Nei, kannski einn og einn eitthvað að kvarta Flest allir er að peppa Ég skal spila smá á honum Would you like to have buckets full of kids Akkurat, það er að mikilvægast í heimi við Egil menna Það er að þér Já, það verður að stýta deilt Svona grínlist, þetta er komið gott En það er komið að myndur fyrir cash Og það er eins og alltaf 3 spurningar Jón, þú þekkir reglur Brax heit meistar á Twitter að peppa þetta Besti teili sem hann hefur heyrt Já Komið peppara Já, glæsilegt Út með nóga peppru með því miður Fyrsta spurning Mundið borða 300 grömm af mannakjöts steik Steik bara úr mannakjöti Fyrir 25 miljónir 300 grömm 300 grömm Já Má vera sósa Já, þetta er bara eins og að setja veitingastæðinum og veist þetta er mannakjöt Ég mætti hella bara vel að bernes bara yfir Já, sko, það er sagt að mannakjöt sé mjög gott kjöt
Það svoleiðis. Já, það víst bara eins og að borða kálfakjöt, segir þér. Það nú kannski væri bara að skemma með þess að þetta mikið. Þá er það bara medium rare. Hefur áhyggjur af bragðinu, það sem að baka þig í þessari spurningu, eða? Já, þú veist, ég myndi bara svona reyna... Þú veist ekkert að því að vera að geta aðra mannesku? Ég meina, hver er munurinn að geta aðra manneskjur og geta kálf? Sko, ef ég bara myndi vita... Hver er munurinn? Já, það er bara 2 dýr. Málið. Og hitt sem aðeins greindar en hitt, það er bara 2 dýr. Það er ekki eins að vera að geta kálf og geta mannakjöt, Egill. Ég myndi... Basically the same shit. Ef ég myndi vita, þú veist, að þetta væri einhver svona manneskja sem hefði á búgarinn fengið að svona hlaupa frjáls. Eins og, þú veist, ég borði náttúrulega ekki kjúkling nema að sé að hlaupa. Já, þú neitt. Ég vil sjá allsberran mann, hlaupað tún, borðandi þar, þá myndi ég að geta. Akkurat. Þannig að þið vissu að hann var búin að hafa það gott. Já, hann var búin að hafa það gott. Áður en að... En er þetta svona kópísteik, ef þetta gæin er búin að drekka bara bjór og epli? Nei, þetta er bara venjuleg manneskja, Egill. Þetta er ekki einhver kópíkjöt af manni. Er þetta raskatið á honum? Er lærið það? Bara lærið eitthvað? Ég voðlega. Og er þetta Íslendingur, skilur? Er þetta bara, já, þetta er hérna Magnús? Nei, þetta er ekki sem þú þekkir. Nei. Þú bara veist allt í hennu, þér er bara sagt, þetta er mannakjöt. Hvað milli varum við ekki inn á mig? Ég sagði 25. I'll take it. Milljónir. Ég ætla að taka þetta líka. Þetta er 25 kúlur með 300 gramma steik. Þetta var besti díl sem ég hert á æfinni. Síðan bara dílítur á hausnum áður, ímyndar þetta naut. Þú hefur einhvern tíma borðað eitthvað kjöt sem er eitthvað annað kjöt, sko. 100%. Já, ekki aðra mannesku. Þú hefur borðað skít einhvern tíma nöðun. Ég vann við það í 4 ár. Svo er það hérna. Ef það var ekki, já, svo ég ætla að halda hans áfram í mannakjötunu. Ég held þetta er aðeins erfiðara fyrir ykkur. Þið fóru bara að hugsa sósutnar og hvort þetta var í kópi maður og eitthvað. Það var full létt, en hvort myndið þið borða mannakjöt og fá ekki krónu fyrir það og enginn frétti það eða borða mannakjöt, fá 5 milljónir og allir frétta það? Ég myndi borða aftur og fá auka 5 milljónir. Ég hvort er búin með einast. Ég er komin í 30. Nei, þá er hins spurningin ekki með. Það var bara dílítast fyrir spurningin. Þannig að annarkvæmt borðið 300 grömm af mannakjöti og enginn frétti það. Þið fá ekki krónu, eða allir frétta það og það er náttúrulega bara Jón Jónsson eða Egill Einarsson borða mannakjöt og það er bara... Við þarf ekki að borða það að fæ 5. Nei, þú borðar það. Það er að borða í bæðaskiptin. Já. En enginn frétti það og þú fær enga krónu eða allir vita á að borða mannakjöt og þú fær 5 milljónir. Þú þarft alltaf að borða mannakjötu hvort þið er. Frábært. Já, hvort vilt að allir vita og fær 5 milljónir eða enginn veita bara og þú... Er þið fólk ekki sleiðilega slett sama? Ég held að þetta væri erfiðari spurning, sko. Ég tek 5 kúlur, þetta er... Já, ég var ekki búin að hugsa þetta, sko. Því á veitingastafnum þá ertu bara eitthvað, kemur bara þjónninn, þú veist, eitthvað... Ég ætla að fá hérna. Já, bara ég hugsa að vera alveg ágætis fyrirsögn fyrir Vísi til dæmis. Jón Jónsson borðar mannakjöt. Já, 5 milljónir. Já, fólk myndi alveg elska að drölla aðeins yfir það, sko. Já. Náttúrulega 5 kúlur, þú veist 25 og góð dílblöð. 25 sko, þá getur þú keypt þér íbúð. Pældi þú væri ekki að borga af íbúð á hverju mánuði, þú veist hvað það væri bara í góðum fíling. Já, það sem ég að segja ykkur núna, þið þurru hvort þið alltaf borða mannakjöti, þannig að vilja það bara engin frétti að þið bara klári steikina. Mál er að Jón veit mjög mikið fjármál. Hann heldur fyrirlistra af fjármál. Algjörlega. Og mjög gott að vera með hann er mjög gott að segja Steindi, hann veit ekkert fjármál, ekki neitt. Nú er ég komið með álur sérfræðing hérna með mér. Elskar Kass, veit hvernig Kass vinnur fyrir þig og alla pakkan. Þannig að ég elti hans svolítið í þessu. Hvað ætlaði að gera? Hvað er að gera, Jim? Ok, það vitið allir og það er eitthvað svona buzz í kringum það bara eitthvað. 5 kúlur, þetta er ekki raskat. Þetta er klink. Þetta er nefnilega sko... Þetta er mikill pening, 5 milljónir. Áhverju er þetta alltaf erfið? Áhverju er þetta svona létt á það? Það auðvitað byrja að stara á okkur eitthvað og... Já, þetta er rosalega... Og ég skal bara rífa, og ég segi bara 5 og lítið, ég segi nei, því miður. Þú ætlar bara að borða mannakjöt og engin frétta. Heima og engin veit Sama þér, Jón. Þannig að ég er búin að 0 og 25 milljónar og ég er bara að fara að fá ekkert. Bara því að engin veit þetta. Þannig að þögnin er ekki... Þögnin er, hvað ég segja? Ekki 5 milljónar krónur við. Já, það er svolítið. Hvort tekur þið? 5 milljónar allir vita... Þú er erfiður í dag. Erfiður í dag, kallinn. Er ekkert þetta díla að fara upp í 7? Já, ég skal gefa 7. Ok, gefa 7. Það var datt af stólnum. Þá er það síðasta spurning. Mundið gangum naktir í viku fyrir miljard? Þeir þurftu samt að gera allt sem þið gerir dagstæðlega. Þú þurftir að þjálfa,
Þú veist að vera fótboltaæfingar, Jón. Bara í sporthúsinu að þjálfa og... Já, þú veist að halda fyrirlistur í hofið fyrir börn á tippinu, Jón. Það væri ekki til að sé, þú væri svona aðeins svona bara svona, setja svona aðeins að lífgan við svona inn á milli. Veit ekki hvað við? Það verra, maður. Þú veist, ég er ekkert að meina einhverja strókun, sko. Það gerir þetta verra. Það væri svona aðeins alltaf svona upp og síðan svona upp. Myndir ekki frekar að hafa þetta svona saklaust og hann er bara dáinn þetta félagin. Viltu hafa blóðið? Það er okkur ekki hendi í jail eða megu vera á limnum út allt það? Væri búið að díla við, þú veist, lögguna. Já, búið að díla við lögguna. Löggan er með í þessu og hafa gaman þessu. Það er alltaf ekki að handtaka þið. Þetta er vika. Og hvað á Jón að gera? Þetta á Jón að vera á titlingnum í bakverðinu með það? Nei, sko, fyrir utan það er úrslita þátturinn Ísland Got Talent á sunnund. Hvað er það að gera, Jón? Þú er velkomna sem dómarana í Ísland Got Talent. Jón Jónsson. Eitthvað að veifa. Þetta myndi byrja núna, bara öll vikan sem að framöndan er og þið þurftu að taka alla daga bara eins og daginn. Það væri geggjar enda líka, væri geggjar þáttur og ég var alltaf að standa upp líka, þetta var frábært, þetta var æðislegt. Fólk kemur að byrja, hann hefur ekki búin að standa upp alla seríuna. Ég er bara að segja æðislegt aðrið. Þetta er mjög gott kassi á öflöð en ég verð að segja nei því miður. Þú segir nei. Hvað var þetta, milljarður? Milljarður. Þetta er gott kass, en þetta er, þú ert alls fyrir. Ég er búin að hugsa þetta, ég skal svara undan þér, Jón, hann segir nei. Ég tek Steindar Junior á þetta, ég segi já. Ég myndi taka viku, vera bara allsbyr. Ég nefnilega... Ég hljóp niður Laugavegi með svepp og fekk ekki krónu fyrir það. Ég nefnilega, ég er svolítið á jáinu líka, sko. Ég bara já, ég myndi bara halda fyrir hann. Þetta er líka, þú veist, það er nýbúið að vera hérna free the nipple, skiluru. Já, fólk að er eitthvað svona. Góð tímasetning þetta. Þetta er akkurat, þetta er svona þetta, fólk er bara, ég meina, hei, við erum bara fólk, við erum bara manneskur, skiluru. Mágalega. Þú veist, þannig að þetta er svona... Þannig að þú myndi vera á penisnum í Ísland Got Talent í beinu útlýtingu sundin, fyrir milljarð. Þannig að ég finn og ég hringi Bögga Tóru eftir, gamli, þetta er til smá flipið. Og milli fara á Jón. Góð fjárfesti. Ég var milli fara á Jón, 1 miljard. Það gæti gera meira sama. Ég er ekki að tjóka, ég myndi gera þetta fyrir miljard. Veist hvað miljard er mikið peningum, maður. Ég safna fyrir þessu. Já. Þú ætlar að safna miljard og þið finnst 5 miljónir klink samt eftir joggingbuxum og... Ég byrja bara söfnuna eftir og safna miljard og þú ert alls byrja viku. Því líka veistla. Já, ég myndi gera. Jón, var það já hjá þér? Já. Já, það sammeðlegt við Jón. Við tækjum miljardinn. Hvað myndi þið gera? Kæru hlustendur, myndi vera nakin í viku fyrir miljard? Fermingadagar í Elko. Ótrúlegt úrval af fermingagjöfum á frábæru verði. Sjónvörn, tölvur, leikjatölvur, símar, heyrnartól, hljómtæki, myndavélar, hárblásar og sléttujárn. Allt fyrir fermingabarnið. Elko, einfallega lægra verð. Starfsmaður okkar á plani er í boði hússins á næstu þjónustustöð Shell. Hann dælir fyrir þig en þú greiðir sama verð og í sjálfsafgreiðslu. Shell, fáðu sem mest út úr hverjum dropa. Í kvöld á Húrra. Oj barasta. Skál fyrir þér. Viking léttur. Vá, formið á stelpunni. Hvað hefur verið að gera? Hei, takk maður. Bara borða holt, farað á æfingar og nota Cymex fæðubótaefni frá Líkami og lífstíl. Líkami og lífstíl.is. Sporthúsinu Kópavogi. Einn heppinn þáttakandi í fermingarleik IKEA vinnur 100.000 króna úttekt í versluninni. Kynntu þér leikinn á ikea.is. Við erum með ráð undir rifi hverju. Dirty Burger and Ribs, Miklubraut og Austurstræti. Sumarið er komið í Bíkó. Gríðarlegt úrval af hjólum í öllum stærðum og gerðum. Hjólum saman í sumar. Bíkó. Það er Hamborgarafabrikan sem færir þér 2 harða og 1 lungamjúkan. Það er reyndar ekki, 2 harðir og 1 lungamjúkur, það eru 3 harðir með ykkur þennan. Föstudaginn Jón Jónsson situr hér í stað, Steindar Junior og byrjar vel Jón, það er bara eins og verður aldrei gert annað, verður maður að gefa það. En það er styttist í færeska slúðri hjá Jóni Jónssoni. Ég er mjög spenntur fyrir því. Hann er líka með Hástétt og betur, heitir það ekki? Jú, Hástétt og betur. Í staðinn fyrir Gett og betur, það er hér eftir smástund. Spurt og svarað á fleira, en það er komið að virtasta dagskrárliðið FM 95 Blö. Langlífasta og dagskrárlið sem er verið þessum þættið með nýju stjórnunum. Það er, sturlaðar staðreyndir. Yes! Wow! Atna, gott yes, fílaða. En akkur er virtast þetta? Því að þú veist að ég kalla stuðlaði virtasta. Þetta er dagskrárlið sem er búin að vera alla, sko, ég var með þetta hverjum degi þegar við vorum
alla daga vikuna sko. Yes. Hugsaði hvað þetta líka bara stór partur af lífin í raun og veru. Já. Bara, ég er búin að velta fyrir mér þegar þú ert að segja síðustu einhvern tímann kemur að því, þú ert að segja síðustu sturluðu staðrindina, skilur. En ég fyndi að Sveppi sagði einu sinni nákvæmlega sama, svona mjög svipað, þegar hann hugsaði þegar við vorum í 70 mínútum, þá vissum við ekki að eftir að fara í strákana og svo Sveppa. Það var bara hver ætli verið síðasta áskorunin. Já. Og núna í dag mann ég hann ekki. Þú manst hann ekki? Nei, því miður. Heldur þú ekki muna síðustu sturluðu staðrindina? Jó, núna út af þessu, ætli ég að muna. En manstu fyrstu? Fyrstu sturluðu staðrindina? Nei, þá fannst þér þetta ekki svona... Nei, þá vissi ég ekki hvað ég væri með. Ég man svona, það er ein sturluðu staðrind sem ég mun samt aldrei gleyma. Svona mín uppáhalds. Það er að skjaldbökur geta andað með raskatinu. Mér finnst hún mjög skemmtileg. Það er eitthvað sem bara gleymist ekki. Þegar ég las hana fyrst, þá hló ég. Það er rosalegt. Og það er ekki meira. Þetta er líka sko, að því nú er ég ofta á æfingum klukkan svona 5 eða eitthvað, í boltanum. Þá, ég saknaði svo þegar þetta var hverjum degi, að þá voru allir eiginlega sem voru að leiða æfingur að hlusta og svo eitthvað, heyrðu þetta með þarna skjaldbökuna maður? Já, ok, þannig menn voru að peppast um það. Já, skilur. Nú lakkaði til að fara í þær. Eru þið tilbúinir? Já. Hlustendur til, þá koma þær eru 10 eins og alltaf og, já, hér kemur fyrsta. Frasinn ekki miskilja mig virkar í 0% tilfella. Og ég fór að hugsa þetta, það er svolítið tilís þegar eitthvað segir, herru, ekki miskilja mig, en þetta er bara ekki flott, þegar þetta er sagt við, þá bara að þú tekur ekki markaði. Nei, það er mjög góð punktur. Og þetta er svona svipað eins og hérna, þegar einhver segir, hafi ekki tekið þetta, einhver segir við ykkur, ég er ekki að reyna að vera leiðilegur, þá er hann leiðilegur. Ég er ekki að reyna að vera leiðilegur, en þetta fannst mér ekki góð þáttur í dag. Já. Ok, hvernig hefur þú sagt mér að hefur alltaf verið leiðilegur? Ekki miskilja mig, en þú ert í ljótri úlpu, þú veist. Hvernig er þetta miskilja? Hvernig miskilur það? Nei, ég er ekki að miskilja, þú ert bara að segja að ég sé ljótri úlpu. Já, bara þín skoðun. Já, þín skoðun, verðar ósammála, ég keypti hana því mjög flott. Já, nákvæmlega. Þannig að ekki hlusta á hann frasa og... Hann er dauður í dag. Og hætti líka að segja, ég er ekki að reyna að vera leiðilegur. Það er líka mjög vont. Svo kemur næsta, þú getur átt skunk sem gæludýr í Bandaríkjunum og það eru nokkur sem eiga. Já, skrítið. Hafið þið ekkert maður séð skunk? Ég held ekki. Já, dýragarði. Já. Ég hef aldrei fundið lyktin af raskatinn. Nei, maður aldrei séð þú veist þennan. Ég hef aldrei fengið þetta beint í andlitið. Ég var til í það. Ég var einmitt að hugsa, ef ykkur verið bóðið að finna lyktina sem kemur, myndið þið tekka á henni? Já, þú veist, hversu mikil viðbjóður er þetta? Fyrir hvað mikið pening? Hvað kassur eru að tala um? Ekki krónu, bara forvitnin. Ég held ég myndið tekka þið. Hvað kemur? Er þetta, þegar lykt kemur skunk, er það ekki þegar hann er hræddur? Hann er ekki að prumpa? Það er bara ef þú ætlar að geta hann og hendur hann í sjálfur. Já, ok. Þá er það næsta, flugur sækjast í áfengi þegar þær eru pirrar og graf. Þess vegna er alltaf þetta flugur í bjórnum að maður er að bera en dorm í röggum. Það var alltaf mjög pirraða flugurnar eða það er eitthvað grænta í það. Það er því. Þetta er svona, það er öfugt hjá mannfólkinu. Þeir fari áfengi og vera síðan, þú veist, síðan verður ekki. Það er líka graður og fyrir áfengi. Maður fyrir bjórinn ekki til að pirra sig. Þá er maður pirraður að maður segja ekki bjór, þá er maður svona glaður eitthvað. Sumir er pirraður að vera hell í sig og vera reiðir. Já, reyndar. Fullir og reiðir. Casino Bleu. Casino Bleu. Það er byrjun upp á oss blöð, ég veit ekki hana. Hann er dáið sem betur fer. Hann dó fyrir 5 árum. Svo vant ég veit ekki Mesta sér lendi þegar Egil segir við mig Casino Blöði mættur, nei þegið, það er ekki Ég veit ég áallega vilja að vinur minn detta gott winning streak þegar við erum á blackjack-borðið í Vegas en ég vil að Blöð detta losing streak Já, detta hann í Casino Blöð og það er mesta veistlan Það er æðislegt Ég er samt ekki af slæmur og hugi þegar hugi þykist alltaf að fara að stjórna öllu borðinu og segja mönnum við sig að spila vittlist og eitthvað, ég til eitthvað verra maður, þá skammast ég mig fyrir að sitja á það borði. Það lætur líka stundum aðra spilar sem þekki ekki neitt heyra. Það er sem ég er að segja, þannig að þykist bara að stjórna borðinu. Ekki tala illum frænda minn. Nei, þetta er náttúrulega besti vinur minn og bróður minn. Þá er það næsta, það er hægt að kaupa gullpillur á $425 eða 50 skall og þá verður kúkurinn gullitaður. Já. Og maður ekki orðið á aðeins að mikið pening þegar maður er farin þetta í þennan pakka. 50 skall. Ok, ef ég hef söfnun, ef ég hendi söfnun og þú tekur þessar töflur, ertu til að skýta og taka mynda og setja á Instagram að Twitter? Þú ert að kaupa þetta erlendis, þetta er ekki til á Íslandi. Ég get ekki að senda þetta bara. Jú, við getum að tjekka. Þetta er 1 pilla á 50 skall. Er þetta bara einhvers svona eitthvað mánaðarskamtur? Alla daga eitthvað? Það stóð ekki. Þetta er þetta góð spurning, maður fái heilt boxa þessu fyrir 50. Svo er það næsta, Coca-Cola framleiðir svo margar drykkjavörur að það tæki þig 9 ár að smakka þær allar eða myndi drekka 1 drykk á dag. Ha? Jésús. Þetta er nefnilega komið óvart og þetta er rosaleg staðarind.
Akkur ég ekki bara að vinna bara með kókið og Coke Zero og hættu allir vinnu? Og Sprite og eitthvað svona, þau eru með þetta allt. Þetta svolítið 9 ár þú tekir En þú veist, hvað var að tala um? Þetta allt fáanlegt í band? Þetta náttúrulega ekki allt fáanlegt hérna í Íslandi til dæmis. Nei, þetta ekki Kool-Aid, Hi-C og allt þetta rugl. Ég held að myndi taka með svona klukkutíma. En er það líka eitt á dag, sko. Er það líka áfengi, eða? Örugglega. Já, það er eitthvað svona fullt alls konar mismunandi, já, sætlu, svo líka náttúrulega úti Fanta, þú veist, það bara til eitthvað Fanta, þú veist, ég veit ekki. Já, endalaust bara Kiwi eða eitthvað. Nákvæmlega, Kiwi Fanta og eitthvað svona. Það ekki 9 ár, hvorki meira en ég minna. Amazing. Já, það byrja á sig á morgun. Ég ætli Pepsi Max og Solbert. Svo er næsta 62% tölvunotenda hafa öskrað á tölvuskjáin sinn. Nú spyr ég, hafið þið öskrað á tölvuskjáin eitthvað drengir, einhvern tíman? Sko ég voru vel perraður til tölvuna. Ég er að velta fyrir mig alltaf við öskra á hann. Já, ég hef pottitt gert það. Líka, þú veist, þú veist, það er svo oft akkurat þegar maður er í tímapressu þá frýs tölvan þá fokkast eitthvað upp í tölunni. Það er bara staðfest. Þú hefur öskrað á tölvuna? Já, ég pottitt. Það er eitthvað svona, þú veist, eins og maður er í Vestló og væri, þú veist, svona grín þáttunum, þá var maður alltaf kortir í að vera að fara að sína hann eitthvað, ok, við erum að koma þessu út, skilur, og þá Ég hef aldrei öskrað á tölvuskjá þegar ég er í tímaþröng, en ég hef öskrað á hann þegar ég er að spila Championship Manager. Ég man vel eftir því. Já. Egil, þú öskrað á hann? Já, ég þrunar það. Eftir að ég lendi að tölvunum að frjósa og svona. Lætur hann að heyra það? Lætur hann að heyra og lesi það sér. Ég líka, sko, ég lendi því að tölva mín 2 dögum eftir hrunið, ég var út í Boston, þá allt í hennu gaf tölvan sig bara og ég þurfti að fara út í búð og kaupa nýja tölvu, skilur. Í staðan verið 2 dögum fyrir, þá var eitthvað gengið 60, bara, þið kaupið tölvu! Sér var eitthvað, gengið 120! Þú kannst bara að nota, sko, íslenska krónur þetta 10 dögum eftir hrun. Það var vesen. Lítir af bensinni í Venezuela er ódýrari en lítir af vatni. Þetta finnst mér mögnu staðarind. Þetta meikar ekki sens, sko. Í Venezuela. Það dýrar okkur bara lítra vatni heldur en lítra bensin. Pælið í þessu. Og þú skrúa bara frá krananum blöð og free water. Já. En pæliði í þessu með eins og lítir, skiluru, að, þú veist, maður fer út í búð og kaupir sér eitthvað svona sódavatn, skiluru, er það ekki á 250 eða eitthvað, bara hálfur lítir. 200 kall eitthvað. Það er eitthvað svona sem er bara upp á krókálsi, eitthvað gæði sem er eitthvað, setur vatn í og svo eitthvað, korsýrt og setur það síðan út í búð. Síðan er eitthvað bensín sem er grafið upp bara einhvers staðar, þú veist, ég veit ekki, bara í Súdan eða eitthvað, og svo fer það í skip eitthvað, kemur til Íslands og þú ert eitthvað að dæla í, sko, lítirinn 200, þú veist, en bara er eiginlega sama verð og hálfur lítir af kristall, skilur við, eitthvað svona, það er svona, mér finnst það svolítið klikka. Það er mjög sérstætt. Já, mér finnst það klikka. Þú heyrið, hann er með peningavitið, hann er miklu gáðar en Steindi, heyrðu það ekki? Miklu gáðar, með svona allavega svona 50-60 púnta harreifir, gænda eftir þetta. Það er sætt skemmtilega að hlusta á Steinda heldur en eitthvað, já, ég ætla að segja ykkur næst. Nei, þú fýtnir þetta. Tónlist er jafn ávanabindandi og kókain. Það er gott fyrir John og Gilsa. Ég ætla að halda það börnunum mínu alveg fyrir á tónlist. Það verður ekki svona hútt á þig. Já. Og Gilsa. Það er tveir tónlistamenn? Nei, það er bara 1 tónlistamann í þessu stúdíu. Nýkomin á páskatúrnum og samt segir þau. Ekki sína öðru tónlistamannum það vannverðingu að kalla það tónlistamann. Heilin getur ekki hætt að hugsa. Það er svo skemmtileg. Hún hefur komið áður, en mér finnst hún mögnuð. Þú ert með eitthvað svona, eins og þegar þú ert með hraðaspýtingar bara eitthvað, og alveg búin að tæma hugan. Já. Það er ekki hægt. Nei, þú getur ekki hægt að hugsa. En nema kannski að Egil sé undantekning sem sanna regluna, ég veit það. Já, ég er líka alveg slögt á hann stundum. Alveg, nei, þá ertu að hugsa, ég er ekki að hugsa. Slögt stundum á hann þegar í the gym, kannski að taka bicep curl og detti út. Já, ok. Já. Já, þá er það síðasta. Fólk er líklara til að skila veski sem það finnur ef það eru barnamyndir í veskinu. Já, svona, já, þau bara svona, ég get ekki gert. Hún á börn. En tekur fólk kassið og skila veskinu eða skilar það veskinu með kassinu? Já, bara með kassinu. En er fólk að vinna mikið með veski í þetta? Egið þið veski, drengir? Já, ég er veski. Já, ég er veski. Ertu með myndadóttinni? Nei, ég er ekki, þetta er bara kreditkort af veski. Kort. Engin skilaði. En þú ertu með myndabönnunum? Nei, bara þegar þú segir það, þetta er náttúrulega skandalt. Maður er með þetta í símanum. Ég ætla að segja, maður er svo stoltur eitthvað með einhverja skjámynd á símanum eitthvað, hérna, þetta er börnum mín. Í gamla daga var það þannig að fólk var með svona myndir af börnunum í veskinu. Áttu ekki allir svona litað veski sem opnar og fyrsta sem þú opnar þá var svona pláss fyrir mynd, munið þið gætti? Allir svona grænt og gaman að því. Já, ógeðslega gaman ef að
Þetta voru styrlaða staðréttir þennan, föstudaginn hér eftir smástund. Ég er að spá í Blondale, má ég vera með dagskáliði minn sem ætla að koma óvart með næst, getur tróður minn næst? Ok, þá fyrir við bara í hann næst og svo færiska slúrið. Ég er mjög spenntur fyrir færiska slúrinu. Hér kemur eitt af mínum uppáhaldsrapplögum allra tíma. Kæru hlustandi og við drengirni þökkum þér kella fyrir það. Verðum hérna til 6 í dag og styttist í færiska slúri hjá Jóni Jónssoni og Hástjætt og betur. En Egill ætlaði hins vegar núna að vera með eitthvað dagskalið og nýr dagskalið. Ég veit ekkert út á hvað hann gengur eða hvað hann er að fara að gera. Ég ætlaði að koma þér óvart og Jen. Fannst þér ekkert skrítið á þann, Blondale, að ég var ekki með neitt Miley Cyrus slúður á þann í slúðurinu? Kom þér ekkert óvart? Já, með Miley og Patrick. Nei. Kom þér ekkert óvart að... Já, meinar að þú var ekki verið að tróða inn. Já, til dæmis. Ég passaði með að spyrja það sérstaklega ekki að því því að þú glemdi því. Og líka mjög þægilegt að vera laus við Macaulay Culkin og Wesley Snipes. Tengist það dagskaliðinni með? Yes. Hvað er eitthvað aðvér? Þetta er bara, ég er komin í dagskaliðin. Við erum ekki að vera aftur í slúður. Ekki beint slúður. Ég skal útskjöta fyrir þetta smástund. Vill ekki byrja að íta á The Button? Hvað button? Sem er hérna niðri, nýja The Button. Íta The Button. Sem er hérna niðri í bleiki. Og þú smellir á... Ertu komið... Nei, ertu með nýjan trailer? Yes. Glætan. Verður, þú ert einu maður í þessu þætti sem mátt ekki alveg fleiri trailer. Þú ert komið trailer öllu. Bara allt sem við gerum, byrjum til trailer. Og hvað ert að fara að gera? Ert að fara að koma nýjan slúðupakka? Þetta er nýja dagskóliðin sem ég er með. Auka bandar í slúður? Push the button. Nei. Push it. Ég þori ekki að íta hann. I know what you're thinking. What is Miley Cyrus doing right now? And I know you're wondering, what is Patrick Schwarzenegger doing right now? There is only one man who knows what they're doing right now. And that is... Ég held að getur ekki toppa viðbjöðunni. Býttu akkurat með Arnold Schwarzenegger þetta þessu. Þetta er sonur hans. Jú, Schwarzenegger fjölskyldunni. Já, ok. Ég fann engin kvót eftir Patrick. Nei, skrítið, hann ekki gert neitt. Hann ekki að leika í Sex Zombie 7 núna eitthvað. Ég get lofað ykkur einu kæru hlustendur, þetta var í fyrsta og síðasta sinn sem að þessi trailer er spilaður. Ég lofa ykkur því frá hjarta mínu. Býttu, þetta er nýr dagskáliður. Og býttu, hver er dagskáliðurinn? Þetta fólk har að gerast með Miley og Patrick. Nei. Það er allir að pæli því. Ég er alltaf fyrir út í búið eitthvað svona... Hvað er að frétta Miley og Patrick? Ég ætla bara að spyrja þig að því, hvað sé að frétta Miley og Patrick? Já, og mikið á Twitter alltaf hvernig eitthvað nýtt að gerast, eru það saman, what's going on? Ég þarf að uppdata fólk. Erst þú forvitin hvað er að frétta Miley Cyrus og Patrick Schwarzenegger? Ég er svona aðalega svona meira Billy Ray Cyrus, pappina. Hann er bara að blanda sér í þetta. Er það? Er það, býtna þess? Já. Ef hann er þetta þá er ég sáttur. Hann blandaði sér inn og sagði orðrétt, það er rétt kvót frá Billy Ray Cyrus þegar að Patrick lendi því að fyrirvændi kærastan strauk bakið á honum daginn. Þau fóru þarna Þau voru í faðumluðum. Strauk bakið á honum. Það stóð með bjór og kom stelpa aftur á honum og strauk bakið á honum akkurat þá tekið mynd. Leit ekki vel út. En eftir það, þess að ég sagði fólki daginn, fóru þau út að borða, hann og Miley, til að bury the hatchet. En málið, það er komið, það er smá skítastormur í gangi nú. Það er bara þannig. Nú er Miley í fríi í Big Sur í California sem er paradís og hún er fríi og það vantilega með patta þá, ekki? Nei, það er náttúrulega sem leiða líðis Nei, hún er ekki með patta Hún er besta vini sínum og besti vinur hennar er kallmaður sem heitir Shane Thomas og er bæðið fárlega sexy sem er frekar þreytt og því að ég var að googla Shane Thomas og það var hellinga myndum á honum og Miley svona frekar svona uppfið hvort annað eitthvað. Ef ég væri Patrick Schwarzenegger, ég væri stressaður. Myndir ekki bara kaupa næsta vél, þú ert mættur og farin ánga eða? Sko, hann er í frí eitthvað annars staðar, Patrick, akkur er þið ekki saman? Why? Það er ekki spurningin eins, akkur erum við að ræða þetta? Slúður var búið. Við erum að fara yfir hérna... Nei, þetta var gott. Þetta er nýtt dagskáliður. Nei, ég lofa ykkur því. Þetta er ekki dagskáliður, ég byrst afsökun á þessu öllum að fyrir auglýsingar, svo er það færeska slúður tilbúið, Jón. Já, það er þetta inn. Og bara svo vita, Egill, þarna fyrstu gulaspjaldið. Það er ekki að koma mér aftur óvart ef þú heldur svona áfram. Samfimm kynnir Run All Night
Gagnrýnendur segja Liam Neeson sýni alla sínar bestu hliðar í þessum magnaða spennudrilli. I pulled the trigger to protect my son. I'm coming after your boy with everything I got. Run All Night. Komin í bíó. Hei, hvaða pre-workout notað þú alltaf? X-Plot frá Cymex. Það einmitt á tilboði núna í líkami og lífstíl. Líkami og lífstíl.is. Sporthúsinu Kópavogi. Það alltaf hægt að byrja upp á nýtt. Háskólagátt við Háskólann á Bifröst frábær kostur fyrir þroskað fólk sem vantar bara stúdentspróf. Kynntu þér málið á bifröst.is. Háskólinn á Bifröst, hvar sem þú ert og hvert sem þú stefnir. Í kvöld á Húrra. Oj barasta. Skál fyrir þér. Viking léttur. Það ekkert sem heitir léttur leikur þegar komið í úrslitakeppnina í Dominos-deildinni. Sjáumst á vellinum. Dominos. Opið fyrir umsóknir í grunn- og meistaranám við Háskólann í Reykjavík. Sæktum núna á hr.is. Stóra stundin runnin upp. Game of Thrones snýr aftur á Stöð 2. Eitt vinsalasti þáttur allra tíma. Sýndur á sama tíma á Íslandi og í Bandaríkjunum. Game of Thrones. Frumsýning klukkan 1 aðfaranótt mánudags og endursýnd mánudag klukkan 20:20. Stöð 2. Margar skemmtilegir. Game of Thrones í boði Egilskull Léttöl og Sports Direct. Það hamborgarafabrikan sem færir þér FM 95 blöð, medium rare með koktel á kantinum. FM 957. Topp tónlistarstöðin. Sigurjóns núna þegar maður heyri þetta lag. Frábært myndband of Monsters and Men með lagið Crystal í FM 95 blöðum. Steindi Junior, vinnur okkar, stattur í Danmörku, en það góður maður í hans sæti. Það hann Jón Jónsson sem einmitt dómari í Íslands Talent, úrslitað þáttun á sunnudaginn. Wow. Mikil spenna. Ég alltaf mjög spenntur. Ég bara líka sko. Vonandi áhörundur líka. Og þú vilt meina, Jón, eða ekki, það margir í kringu sem segja Only God and John Johnson can judge me. Þú mátt dæma því og dómari. Það svolítið þannig. Því að þau bara vilja ég dæmi sig. Já, kona með tattoo á bakinu, þegar ekki? Only God and John Johnson can judge me. Með tattoo, það dreki yfir baki og síðan svona talblar að drekin að segja þetta. Já, talandi Jón Jónsson, þá á hann næsta dagskrárlið. Þetta kom hann með sér og það hvað að tala um? Færiska slúrið, sko. Því að eins og ég segi, ég vil ekki vera stíga tætnar á Steinda. Nei, hann með íslenska slúrið. Hann með íslenska og hann að fá það meila. En mikið slúrað í Færeyjum, hvernig það? Já, það mjög mikið slúrað þar og eins og ég segi, ég einn 8. Færeyingur og tengi rosalega við það sem gerast þar. En ég samt var svolítið að tína út póstana sem eru Færeyingar sem hafa komið til Íslands. Já, þú vilt meina þetta sé samt, þetta fólk sem ég og hlustundur eigum að þekkja? Já, algjörlega. Já, ég myndi halda það, sko. Ég meina til dæmis fekk mail. Það hann Rókur sem var í Talentinu. Já, frábær. Fór á kostum. Algjörlega, fór á kostum í Talentinu. Dettur út í undanúrslitum, skilur. Life goes on, það bara þannig. Já, það þannig, klárlega, en því miður, þá var Rókur, hann var ekki alveg sáttur, sko. Þetta fór eitthvað illa í kallinn og hann sem sagt, hann sko eins og kom fram í Talent, hann markaðsstjóri hjá póstþjónustunni út í Færeyjum. Það nóg að gera hann. Og nóg að gera, skilur. En hann svolítið að misnota aðstöðu sína þar. Eftir að hann datt út í Talent, að því hann að senda á alla í Færeyjum, bara lætur alltaf póstgæjana bara fara með þetta, bara hatursbréf sem hann búin að skrifa heima á sér, bara þættina, þú veist, bara skrifa framleiðendur þáttana íslensku þjóðina, hún hafi ekki kosið sig, skilur, drulli yfir Ísland, sko. Og mig, skilur, persónulega. Var hann að skýta við þig, eða? Já, alla dómarana. Ég ekki að kaupa það þetta á svo nettu náðingi. Já, ég veit þetta kom mér ógeðslega óvart og síðasta bréfið sem hann skrifar, það Audda, sem hann sendir á alla í Færeyjum bara, það sem hann segir meðal annars, hann finnst í mesta lagi hlægilegt að hafa sköllóttan kynni í þættinu. Og hann hafi þótt mjög óþægilegt að spjalla við Audda í græna herbygginu
út af því hann er sköllóttur. Já, það náttúrulega speglaðist bara alltaf í skallanum á hann. Get ég gert að fan eitthvað staðar á Facebook eða? Þannig að þetta er hann að senda núna, ég veit ekki hvað kemur næst, sko. Já, ok, ég heyri það bara strax að færeska slúðri geti orðið verra en íslenska slúðri. Nei, ég held að þú kemur bara fyrir þarna held ég, sko. Þetta er skemmtilegt, og maður vissi ekkert hvað var fett að þessu meistara. Nei, Siggi flöður alltaf á lífi, það er gaman. Hvað ertu með næst? Já, Rókur sem þetta er ekki sáttur. Sko, við þekkjum öll náttúrulega, næst er það Eivör Pálsdóttir og Jekkvan Hansen. Ég er mikill Jekkvan. Jekkvan vann náttúrulega X-Factor á Íslandi. Já, algjörlega, hvað, 2007 eitthvað? Já, sætla minningar með. Frábær maður. Frábær, sko. Nema hvað? Hann sökkar í körfubolta, koma því bara að. Hann sökkar í körfu, ég var blöð keftu með honum í. Já, hann var skelvilegur í körfu. Þannig að Sele Börsess ykkur gamla keppur og... Hann er nýkomin heim úr brúðkaupsögur, hann, konan og Friðrik Ómar. Já, þau fóru þrjú saman. Já, sem bara ekkert af því. Nei, var einhver að segja að það var eitthvað að því? Nei, hann sagði að það var ekkert af því og segja að það var ekkert af því, skilur. Það er ekkert af því. En hérna, allavega, að hann... Akkur finnst þér eitthvað að því, Jón? Ekkert af því, hvað er það eitthvað? Það er ok, já, en allavega, núna fólk er að tala að það sé rifrildi á milli Eivarar og Jekkvan, sko. Það er eitthvað svona jafnvel vinslit. Það er þannig að þau voru að skemmta saman á árshátíð færingafélagsins á Íslandi í mars og Jekkvan tekur sér til, klippir á mæksnúruna hjá Eivaru. Ok, það er K.O. Eivaru. Algjörlega, hún er upp á sviði, hann klippir soundið af henni, hún lítur út bara eins og eitthvað fíbl. Heyrðu, hann búinn að plugga gítarinn, kemur inn á svið og byrjar að taka einhverja ABBA-sirpur sem hann búinn að æfa. Og hún stendur hann bara svo kjáni. Já, alveg bara. Þau fara fyrst bara svona að rífast, sko, en fyrir allt í háaloft og endar illa þegar hún tekur einhverja fiðlu sem er hann á sviðinu og bara beint í félagann á honum, skilur, bara þrumar í hann, skilur. Í Jónssonin á hann? Í Jónssonin bara. Allt vitlaust, sko. Og hérna, þetta kemur ógeðslega því að hún er alltaf bara eitthvað að tása hann svona krútlega, skilur, en þarna bara fauk í hana, sko. Hver er slæmi aðilinn þarna? Er það Jekkvan? Hann byrjar þetta svolítið, en þetta er kannski einhver svona kergja sem hafa búin að vera áður, maður veit það ekki. Sko, ég skil að tónlistabransin er mjög harður bransi. Þetta er mjög harður bransi. Og þegar þetta er gegstressi, ég get sagt ykkur á því, sko, þá og gerir maður hluti sem maður kannski allir sér ekki að gera, sko. Þú ert í gigstressi, hvað? Finnur ekki playtakkaðin þá? Ég var að klára páskatúrin fyrir nokkur dögum. En þarna svo sannarlega tók gigstressið algjörlega yfir, ég bara ekki kvitta undir það og í framhaldi af þessu þá voru það að tala að væri bara pláss fyrir annað þeirra á Íslandi, skilur, hitt þetta bara gjör svolítið hypja sig og þau eru að tala það eftir 2 vikur ætla þau að fara inn á Twitter og telja hashtökin, þú veist, Team Jekkvan og Team Eivör, fattar það mig? Svo sem er með fleiri fær að vera áfram í Íslandi. Hinn fer heim. This town isn't big enough for both of us. Já, mér finnst þetta sniðugt. Það er gott Twitter, samskiptamílan í þetta. Í algjörlega, og gaman að nota svona, einmitt svona, social media bara í laust, skilur. Þannig að það kemur einhver lausn eftir 2 vikur í þetta mál. Ok, síðast er ekki síst, þá er það hjartaknúsarinn Brandur Enni. Já, rifjum þetta aðeins upp, Brandur Enni, hérna, hann og Jóhanna Guðrún voru alltaf fyrir svona 12 árum. Já, það voru teimi. Já, þetta er barnastjarna. Já, hann var barnastjarna í Færeyjum, Jóhanna hér, skilur. Þau svona, 17. júní eitthvað, þá voru þau á stóra sviðinu að syngja og það var alveg mikill hiti í kringum. Og hann var skýrður Brandur Enni. Já, í höfuð á enninu og afhæsin. Þannig að það var bara svolítið þannig. Nema hvað Er hann búinn að vera að leið lóð upp á síkastið meðan Jóhanna Guðrún er búinn að springa út? Já, Jóhanna sem náttúrulega springur út, þú veist, Eurovision og allt þetta. Það er lífið leikuð að hann. Hvað er Brandur að gera í dag? Málið að það er náttúrulega bara brandari hvað gengur illa í honum, Brandi, sko, því að hann er sko gjörsamlega með Jóhannu á heilan. Og hann er alveg hættur að syngja og semja lög og hann er búinn að eyða öllum peningunum sínum, hann átti alveg loads bara af cash eftir að hann að vera barnastjarna. Já, og hann er búinn að eyða öllu bara í flugum með til Íslands, þú veist, hann er að koma hérna bara reglulega þar sem hann bara liggur á rúðunni hjá Jóhannu, eldan í kringlunni. Bara svo Níels? Þetta er, og ég hringdi Steinda út af þessu og hann segir að Níels sé að hluta til byggður á honum, Brandi, sko. Nema þetta er alltaf komið þannig að Jóhanna er búinn að fá nálgunabann á hann. Á Brandur Enni? Já, og hann er með svona ökklaband núna. Þannig að ef hann kemst inn í landhelgina hérna á Íslandi, þá fer allt í gang. En hann getur að halda áfram ónáðan á samskiptamíðlum og símum og það? Hann getur gert það, en þetta er hræðilegt, sko. Þetta er leiðilegt að heyra? Þetta er mjög leiðilegt og síðast sást til hans þar sem hann var búinn að smygla sér inn í Norrænu og ætlaði að koma
en sem sagt landhelgisgæslan kemur og tekur hana þegar það fór allt í gang. Gott að vita að gott að vita sér nóg að gera hjá landhelgisgæslunni. Já, gott að vita við séum það sé passað upp á okkur sko. Já, þau eru á tánum. Brandur enn á leiðin til landsins. Já, hann er að reyna að koma en þó að megi ekki. Þannig að það eru gaman að fylgjast með þessu. Þetta var færiska slúðrið. Ég veit að sko, mín persónulega skoðun færiska slúðrið verði fast dagskrárliður. Alveg eins og Miley og Patrick. Mín persónulega skoðun færiska slúðrið eitt af steiktasta sem ég heyrti í FM 95 blöð. Íða inn í sólarlagið á vel kemdum astma með burrito milli tannana. Serrano, fresh, happy, max. Nú eru ilmandi kaffidagar í Krónunni. Rjúkandi kaffitilboð, 15% afsláttur af öllu kaffi og kaffikynningar alla helgina. Gríðalegt úrval og allar tegundir af ljúffengu kaffi á enn betra verði. Krónan, fyrst og fremst ódýr. Stórif og burger. Og franskar. Dirty Burger and Ribs. Miklubraut og Austurstræti. Samfimm kynir. Run All Night. Gagnrýnendur segja Liam Neeson sýni allar sína bestu hliðar í þessum magnaða spennudrilli. I pulled the trigger to protect my son. I'm coming after your boy with everything I got. Run All Night. Komin í bíó. Fyrir 320 kall og með smá hefni getur þú nota þyrlu í alla snúningana innanbæjar. Potturinn Eurojackpot stefnir í 6,2 milljarða. Feiti Elvis var ekkert verri Elvis. Ræður þú við eitt Elvis-style? American Style. American Style. FM 95 blöð. Bornir á borð. Glóðargrillaðir af hamborgarafabrikunni. Já, þeir eru hlust á FM 95 blöð. Hér er John Johnson, stórkostlega mannvera, og Blondale. Ó, takk. Hvað? Hér er John Johnson, stórkostlega mannvera og Blondale. En já, þið eru að hlusta þetta 95 blöð og steytist í Hásteinn og betur, steytist í að Bent mæti hinga á svæðið og frumflytur nýtt lag með Rottweiler. Bent nálgast, steytist í hann. Ég hef ágjörnum ekki að klára þetta allt sem að gera þetta. Já, nóg eftir, en já, það er hins vegar komið á dagskrárlið sem að ég hræðist alltaf pínu, það er, já, spurst og svarað. Yes! Það er næst. Já, það er næst og það er hann Egill Einarsson sem stjórnar því. Fæ ég þá hérna þriðja trailerinn minni Do you have a problem? Do you have a question? Ég með spurningu inspiration gilsi. Come to me with your problem. I will solve it. Ég feitur og reiki, hvað er ég að gera? Send the question to the muscle man. Ég þrítugur og sköllóttur, muni dömun að líta við mér. Ask the man who is fearless. Send me the questions. Spurt og svara. Það þurfum ekki að lengja þennan hans. Nei. Hann er fullt stuttur. Nei, þetta er bara voðapasslegt. En hvað ertu með þetta okkur í dag? Bara til að uppdata þið blöð, að ég setti á hann á Twitter að fólk gæti ít á favorit að vildi vita hvað er að frétta Miley og Patrick í hverri viku. Það er strax 38 manns på ít og fav. Þjóðin er að láta heyri í sér það. Já, við verðum náttúrulega hérna. Þjóðin er að láta heyri í sér. Já, hún er að láta heyri í sér. 38 manneskjur sem vilja heyra meira Patrick Schwarzenegger og Miley Cyrus. Ég var nýkominn. 38 lítið, það er bara eins og fótboltalið. Ha? Það er bara eins og hvað eru margir í hópi fótbolta? 18. Það er eins og 2 lið. Þegiðu Blondale. En ég hef spurt að svara þetta. Og ég ætla að segja með góða fréttir fyrir þig Blondale. Þú verður ánægður núna. Akkur. Út af því að ég ákvað rétt tækifæri. Við erum alltaf með stórkostlega mannveru hérna með sem er með mikla þekkingu á tónlist, knattspyrnu, fjármálum, öllu. Basically, er eitthvað svo veist ekki, John? Nei, nákvæmlega. Þannig að við ætlum að nýta þessa þekkingu. Ég er ekki með þessa þekkingu hérna á föstuðum. Þannig að báða spurningarnir eru til John. Anna, ég er ánægð með það. Það er gaman að heyra. Það er frí í dag. Þannig að það er engin sköllóttur páa að hengja sig. Það er gaman að heyra. En, já, ég ekki byrja bara. Ég fæ smá óþægindasvita svona. Og þetta er sko, og þetta er nefnilega 2 spurningar svona og það er eitthvað svona langlokku fílugur yfir þeir. Ég ætla að byrja bara. Bara sæll inspiration gilsi, þú miklu höfðingi og sæll cash. Það er auðviti. Nei, það er ekki ég. Kallar blöð cash. Þegar ég frétti að Jón Jónsson sá mikli meistari væri hjá ykkur í dag, þá varði ég að nýta tækifærið og heyri í ykkur. Ég vil byrja að segja að ég er mjög hrifinn af Jóni, eða John, eins og þú kallar hann, Gilsi. Mér finnst hann frábær söngvari, frábær íþróttamaður,
Mér finnst hann líka langbesti dómarinn í talentinu. Mér finnst hann mjög myndalur, með flottan og þéttan rass og mjög kynasandi kvið. Hvað að gerast hérna? Það einhver alveg Það reyna að láta spenntur í gallin. Bara að lesa hérna spurningu. Já, en ég með fyrirspurn. Og hérna segir hann, ég veit hann að spyrja hvað það sé að lausa það? Já, þetta spes orða hjá sem meistari. Ég veit að þú hefur náður í auka cash, Jón, með því að dæma fólk prívat í heimahúsum. Þetta að taka það? Þetta að taka gott talent? Hvað hann heyra það? Já, hann segir hérna, ég veit þú kannski vilt ekki hafa áttuð með þetta Jón, en ég veit að fyrir víst að þú dæmdir Einar frænda minn og konuna hans daginn. Nei, herru, ok, þurftir að fara með þetta út í þetta. Hvað? Hvað hann að dæma bólfimi hjá fólki? Ég ekki bara halda áfram með konceptið það. Klára þetta. Já, það segir hérna, ég var að velta þig fyrir mig hvort ég get ekki samið við þig Jón að dæma mig gegn tóknuna sjálfsögðu. Ég á ekki konu, ég bý einn. Ég búin að sjá þetta fyrir mig þannig að ég lægi upp í rúmi og þú sætir á baststólum sem í horninu á hvernig hjá mér. En með baststól? Já, það að gerast þetta. Og ég myndi svo vera þarna upp í rúmi að njóta þarna, ástæð með sjálfum mér og þú myndi svo dæma mig. Hvernig hljómar þetta? Hvað er Samuel? Þetta hljómar er bara ógæslega. Ég get svarað þessu fyrir Jón. Þetta er spurning til hans. Þetta sko, ok, kom það fram, hann í fötum, liggur hann í fötum eða? Grunnar ekki eitthvað neginn. Svona miðað við hvernig hann Þegar þú samtir þessa spurninga, hugsaður hann í fötum eða? Ekki lagi með, er ég Samuel eða? Lastaði Samuel Samuel Gemil sendir hérna? Já, Samuel Gemil, ok. En sko, hann segir njóta ástæð með sjálfum sér. Þú myndir sér dæma framistöðuna. Hann að njóta ástæð með sjálfum sér. Já, og þú ert að dæma dæman. Ok. Hvað ert að rukka fyrir að fara í hús og dæma bara svona fólk og keppnir og svona? Það er náttúrulega misjátt eftir hvað að vera, hvað margir keppendur, skilur. Svo kostar náttúrulega umstangi, kostar líka, ekki bara því ég set ákveðin skilirði. Já, hverju skilirði? Það þarf að vera búið að tengja náttúrulega X-ið og allar pakkan að vera Getur ekki komið mér einhvern veginn inn í þetta? Jú, við getum verið með pakka. Jú, það væri gaman. Það er æðislegt. Ef það er einhverju foreldrar að út að hlusta, við komum í barnaafmæli og selja þetta koncept saman. Já, reyndar. Þetta er góð business hugmynd hjá honum saman. Hver var heimspurðingin? Já, við farum næstu bara. Hvað heldur að sé bara? Nei, ok, þannig að taka það. Samuel er rúglega fít. Þetta er líka tekka fram að því að hann hefur bara 90 sekundur, skilur við. Þannig að hann þarf að vera eldif. Já, Jesús. Sætt og blessaður Egill, ég er ekki beint með spurningutíðin, ég kalla þetta frekar viðskiptahugmynd. Ég veit að þú elskar cash og ég er með hugmynd sem getur búið til slatta cash fyrir mig og þig. Nú er ég fann að hlusta, það er bara hannig, þessi náða einbindingunum minni. Okay. Ég var að hlusta á páskaþáttinn hjá ykkur félagunum og þar heyrði ég spurninguna frá meistaranum sem vildi fá blöðaran lánaðan heimdi sín til þess að vera gangandi páskaegg. Og þá kveikti ég. Þá fekk ég $1,000,000 hugmyndinu mína. Ég held að báða spurninguna var á Jón í dag. Já, hann er kannski bara minnast á því áður hann fyrir Jón. Þannig að hann segir hérna, þá fekk ég $1,000,000 hugmyndinu mína. Ég hef heyrt milljarðamæringar tala að þeir muna þegar þeir fengu hugmyndina sem gerðu það ríka. Þetta var mitt moment. Akkurat þarna. Okay. Og ég er að lappa ykkur íbúð sem páskaegg. Ég veit það ekki. Hver er spurningin? Það segir hérna, ég er leikfangabúð fyrir fullorðið fólk á höfuðbrókarsvæðinu. Mjög fínt að gera þar, get ekki kvartað. En mér vantar eitthvað til að rústa keppinundum mínum og það er loksins að fara að gerast. Ákveður þetta að horfa á mig eða spurningin á Jón? Ég er ekkert að horfa á þig. Lýst þetta að horfa á mig? Og þú setur beintir fram. Ég veit alveg. Ég horfa til hliðar á Jón. Ég er ekki svo gáðasti í íslensku útvarpi en heldur ég vita ekki hvað sé að fara að koma þarna. Ég þurfti að vera en imbecile til að fatta ekki að þessi spurningur mig og þetta er eitthvað kynlífsleik. Er ég ekki eða? En að fara í það. Þegar svo þá var spurt og svara búi í þetta. Ég ætla að fá með sem kynlífsegg. Trekkja mig bara upp og sko. Þetta er spurningin hans. Hvað kostar að fá með sem kynlífsegg? Eða hausinn á mér, skallóta ágjöðu. Þetta er ekki læg. Þú sagði að þú var með báðaspinna. Þú byrjar að ljóða. Þú sagði að báðaspinna þetta var að Jón. Mér grunnaði hvernig það væri þannig.
þetta þess. Það er að lesa áfram. Leifum þessum meistar að klára hérna. Og hann segir, þú ert að fara að hjálpa mér að gera þessa hugmynda veruleika Egill og þú fær 30% af hverri seldri vöru. Wow, thank you. Ég er að fara að gera titrandi auðablöð egg. Þetta er ekki svona búið. Já, hvað? Það segir, ég er að fara að minka hausinn á blöð niður í eggstærð og málan bleikan. Svo. Hausinn á Cass er að sjálfsögðu egglaga eins og kom fram í síðasta þætti, þannig að þetta er fullkomið. Ef að Cass er klár, þá fær hann 5% af hverju seldu eggi. Já, þú 30% og ég er eggið. Hvað heitir þessi aumingi? Flósi. 9-5 blöð. Styttist í að Bent mæti hingað í stúdíu eins og Jón Jónsson sagði án. Bent nálgast. Það er splunkunýtt rottaleg lag og við ætlum að spjalla við þann snilling og svo vil ég líka minna á ef að þið eruð að vesla í Kringlunni að Smáralind að allur ágóði sem að vesla fyrir í dag í verslunum eins og Vera Móta, Jack & Jones og fleiri verslunum rennur óskipt til góðs málefnis og það er búið að safna yfir 10 milljón. Öll föt og allt sem er veslað fer allt til Krabbameinsfélagsins og hérna, þetta eru 2 málefni, ég er ekki alveg með hitt eins og þannig að að gera að tjekka á því og það eru Frikki bróðin er að afgreiða í einhverjum búðum og fleiri, hann að endilega tjekka á því, gott málefni og virkilega vel gert, það er ekkert verið að gefa 20%, það er verið að gefa allt. Eitt góðverkadag. Já, og þau eru búin að safna yfir 10 miljónum, þannig að það er glæsilegt. En áður en fáum Bent og áður en fáum Hástétt og betur, þá ætlum við að fara hér í hvort myndirðu frekar. Yes! Og það er dagsfjörlega sem að getur verið flókin, en getur... þú þekkir reglur þegar ekki, Jón? Já, nú heist þetta allt saman. Og það eru 3 spurningar eins og alltaf. Og eru þið tilbúinir, drengir? Yes. Já, byrjum við. Hvort myndið frekar vilja vera heimsins besti World of Warcraft spilari eða bestur í heimi í minigolfi? Bestur í heimi í minigolfi. Bestur í heimi í minigolfi? Já, ég er að hugsa sko, er eitthvað kassi því að vera góður í World of Warcraft eða? Já, ég held það. Það er mikið kassi í 12 heiminum í dag. Já, það er bestur í heimi í World of Warcraft. Já. En ég get að vera að harka samt eins og Benidorm, ég var þar í minigolfi og kemur ykkur fyllibitta og ég segi bara, eru gamli $10 á leika sem ég pakka hún saman og taka $10. Það ætlar að vera að harka sem besti minigolfspilari í heimi á Benidorm $10 á leik. Er að hugsa í hvað ætla sem meira cash eða Manstu rúin með minigolf á Benidorm, ég neita að fara heim. Já, þú ert ekki hrifin að þú getur harkað af mér. Já. Ég myndi ekki hætta fyrir ég myndi vinna. En þetta millifæst ekki bara yfir að góður í gólfi? Nei, bara minigolf. Það eru bara geggjar í World of Warcraft. Já, bara bestur í heimi. Er ekki sko sumir ungi krakkar er mikið á YouTube að horfa á góða spilar að spila tölvuleiki. Jó. Þannig ef þú ert ríkir á því. Ég er að meina, ef þú ert með hitt sinn þar, sko. Já, fyrir utan það, sko, ef þú ætlar að vera bestur í heimi í World of Warcraft, þá held ég og megi bara ekki sjá Sunlight. Því að sko Sverrir Bergman vinnur okkar, hann var byrjar að pissa og kúka í pizzukassa og hann er ekki sko eins og bestur á Íslandi. Þannig að ég veit ekki hversu mikið tíma en hann sagði mér Video Game Boy daginn að það væri að fæðast ný kynslóð tölvulúða. Vanlega voru bara allir, maður sá þeir í sér skiluru 30 kílum á þungir og sátt á raskaturum og skítísi og eitthvað, þannig sá maður fyrir sér tölvulúðan. En hann vil meina það, í dag er þetta flest allt bara bodybuilderar að geta bara kjúkling og taka sér pásu og fara heim og fara í gimmið, beint heim aftur og spila. Ok, þetta er að breytast. Menn í formi. Æ, ok. Ég er að spá að velja World of Warcraft. Ok, og þú tókst minigolf, Jón. Ég ætla að hugsa þetta ekkert mikið, en bara fínt að vera stær. Ég sá mig fyrir mig, þú veist, í einhverju heitu landi. Já, Benidorm. Svona atvinnumæður í minigolfi. Já, verður svona. Ég held að sé samt að enginn atvinnumæður í minigolfi. En þú verður bara að standa af það. Hvort myndið frekar vilja vera krakki aftur í 1 dag eða kona í 1 dag? Hvað er konan að gera? Bara það sem þú ætlar að gera sem kona, þú verður bara kona í 1 dag. Já. Eða 6 ára krakki í 1 dag. 6 ára krakki? Hvort myndið velja? Hvað er þetta gömul kona? Má það vera á því eða? Já, bara á best aldri, 25 ára eða 30. Ok. Og er þetta kannski, er þetta helgi? Er þetta föstudagur, laugardagur? Er ég að fara á djammið? Er ég kona til dæmis? Ég bara, miðvikudagur. Er ég að fara á austur til dæmis? Heldur þessi svona geðið að vera kona að fara austur? Nei, sko. Ég sé það á þig, það er svona bara. Það er það highlight. Ef þetta væri mánudagur til dæmis, myndi alltaf velja krakkan. Það er ekkert selg í mánudum. Þú ert búin að setja yfir á föstudag, þá er það trikki, það er bara hannig. Þá ertu bara að fara með vinkonuðinu bara að fá þér fyrst ykkur kokteil. Já, bara flaska mig bara upp á austur.
Búin að hittast eitthvað svona og mála hver aðra og eitthvað svona gett gaman sko. Þetta bara föstudagur. En hvað gerir maður 6 ára? Maður skýtur í sig og... maður 6 ára? Varstu ennþá að skýta í þig 6 ára? Í alveg? Ég er ekki klár á því eins og ég man ekki hvað að gera 6 ára. 6 ára? Hvað gerir maður þegar maður 6 ára? Já, vonandi ekki að skýta í sig. Maður bara út að leika. Jón, hvað tekur þú? Ég man ekki hvað ég var gamall þegar ég skeiti inn svona í mig þegar ég var ekki með lykla heima og var eitthvað að reyna að redda því að nágranni var með lykla sko. Skipti því? Já, síðan klikkaði það sko. Skipti því? Já. Þá varstu bara að segja það var í þessu. Ég man ekki hvað ég var gamall þá sko. Það getur að vera 11 ára. Ungur, nei, ég var 11 ára. Sko málega ég skal klára þetta. Ég prófaði að vera 6 ára. Ég hef aldrei prófað að vera kona í einn dag. Ég tek það. Ok, Jón. Vá, hvað það var góð rök samt maður. Verða bara pældi líka að komast inn í huga konar og geta lesa, það er alltaf svo erfitt að eiga samskipti, skilur að því að þær segja eitthvað svona nei, þú þarft ekki að vaska upp, en eru samt að meina að þú átt að vaska upp, veist ekki hvað ég við, það er alltaf svona það er svo erfitt að lesa sko, þannig að ég myndi alltaf taka konu. Já, ég tek konu. Allir saman. Þá er það síðasta, hvort myndu vilja vera með enga kokk eða enga bílstjóra? Kokk, íslensku, eða ekki? Jú. Enga kokk eða enga bílstjóra? Já, bara sem eftir ævi ykkar. Ég er ömurlegur kokkur, ég er góður bílstjóri, þannig ég segi kokkin. Þetta er náttúrulega létt fyrir þig, þú drekkur ekki. Já, auðvitað. Það sparar okkur félagunum svolítið ef við erum að taka leigubíl alltaf. Þetta verður léttast fyrir Steinda því að hann myndi spara mikið 50 fyrst áli. En samt svolítið kósi að segja bara, hörðu hérna gamli humar í kvöld. Já. Hann sér að kaupa allt inn og allt bara. Já, þegar þú segir þetta svona, þá er þetta létt. Það fá humarsúpa á sunnudaginn, það er það klárt. Maður er alltaf að taka kokkin. Ég held maður að vera að taka kokkin. Já, maður er að taka kokkin. Sveið mig þá þetta á kortmyndur frekar bent er að labba hérna í hús þannig að eftir smá stund fáið splunkunýtt rottalega lag. En hérna er föstudagslagið úr páskaþætti FM 95 Blöð. PlayStation og Blu-ray dagar í Elko. Allir sem versta PlayStation 12 frá 23. mars til 19. apríl geta átt möguleika á að fá hana endurgreidda. Elko, einfallega lægra verð. Nú færðu fulla þjónustu á næstu Shell-stöð en greiði sama verð og í sjálfsafgreiðslu. Shell, fáðu sem mest út úr hverjum dropa. Hreyfihamlaðir, sykursjúkir, MND-sjúklingar, mænuskattaðir, einhverfir. Það er ótrúlegt hvað þú styður marga þegar þú spilar með á laugardaginn. Lotto, leikurinn okkar. Secret Solstice kynnið í fyrsta sinn á Íslandi. Wu-Tang Clan, stærsta rappljósveit 10. áratugarins, kemur fram í Laugardalnum í sumar á samt FK Twigs, Kelis, Gus Gus, Hjálmum, Ham, Valdimar og Enzimi. Hvar verður þú þegar sumarinn er hámarki í helgina 19. til 21. júní? Ekki láta þið vanta á Secret Solstice í Laugardalnum í sumar. Miðasala í fullum gangi á tix.is. 50 lönd, 200 borgir og nú Reykjavík. The Color Run í boði Alvogen er ekkert venjulegt hlaup, heldur óviðjafnaleg upplifun þann 7. júní. Taktu þátt í litrikasta hlaupi ársins í samstarfið við Nýherja, Safran, Brooks, Buy5 og lyfjafyrirtækið Alvogen. Ert þú búinn að skrá þig á miði.is? Fermingargjöfin í ár er PlayStation 4. Lokal. Salat hefur aldrei verið svona gott. Lokal Borgatúni, lokal Smáralind. Kjúklingaveisla í Krónunni. Krónu ferskur kjúklingur á aðeins 759 krónur kílóið. Krónan fyrst og fremst ódýr. 2 harðir og 1 mjúkur. Þið eru medium rare í boði hamborgarafabrikunar. Hárið þér að hlusta á FM 95 Blöð hér á FM 957. Auðun Blöndal, Egill Einarsson og Jón Jónsson búin að vera með eitthvað síðan 4 í dag. En við erum konum með góðan gest hingað í stúdíóið. Hann heitir Bent og er rottalurhundur. Bent, verður velkominn. Já, sæll og blessa Auðun Blöndal. Hvernig hefur Benta þennan föstudaginn? Já, hérna, nokkuð gott, sko. Nokkuð góður? Já, þetta er rússíbanareiðin svo margir dagar, en hérna, nokkuð góð rússíbanareið. Já, hvað rússíbanareið er í gangi? Já, ég var hérna að gefa út myndband og lag hérna í dag, sem er hérna, myndbandið er komið hérna á Vísi og Djefaf og náttúrulega YouTube. Já. Og svo hérna lagið verið frumflytjandi í útvarpinu. Já. Svo var ég á lögreglustöðinni líka í hádeginu, þannig að
Þannig að það var leiðilegt, en hér er gaman. Þetta er búið að vera rússíballi í dag. Lögreglustöðin, því ég held að svona flestir okkar hlustendur vitum nú alveg okkur það megum við spyrja eitthvað út í það? Já, ég get kannski ekki sagt ítrúlega frá hvað gerðist, sko, en bara basically þá skeit ég á mig, sko. Gerði mistök og misti mig í 5 sekundur og það mun draga dilku eftir sér tölvöld lengur en það, sko. Já, það var gamli bad boy band sem að mætti þar. Já, bara fyrir þá ungu hlustendur og núti sem eru að spá í að kýla einhvern, ekki gera það, það er það gefur lítið af sér og fokkaður upp lengi, sko. Já, þannig að það words of wisdom frá meistarabend, það er bara hann. Speaking words of wisdom, let it be. Meira eins og Jón Jónsson og minn eins og ég. Það er enda Jón, þú mátt fara að vinna þessi þinni bad boy ímynd. Ég veit það, ég þarf eiginlega að gera það. Discipline your image. Gaur, þá er ég örugglega bara að horfa á Idol, American Idol heima, þú veist, og borða, ég veit ekki. Epli, þú veist bara epli. Þetta var samt klukkan 3 nóttina. Já, ok, ég var sofandi. Það svo klukkan 10. Ég var svona spúna hafdísi upp í rúmi, svona sofandi. Já, en bara, ég ætla fyrir ekki bent, þetta mun ekki fjallum, þetta viðtal mun ekki fjallum þetta, en þetta var ekki eitthvað sem ágast beðist afsökunar á og grafið bara stríðsökunna. Fyrst þú varst að lögustöðin í hátæðinu? Já, ég meni, ég hitt hann náttúrulega ekki þar, sko. Ég er bara, ég er búin að koma til hans einhverjum afsökunarbeðnum og eitthvað, en ég hef ekkert hitt hann, sko. Nei. Maður vonast náttúrulega alltaf eftir því, en ég mun alltaf taka út einhverja refsingu fyrir þetta, sko. Já. Fá náttúrulega fyrir utan bara mannorðsmorðið sem nú þegar eru gerst, kannski óréttilega, þá náttúrulega fæ ég líka einhver dóm og þarf að borga peninga og svona. Já, þetta er leiðindi, en hins vegar, hins vegar, ég er mjög hrifinn að bent að líta á björtuleganar. Þú ert rappari og í rappheimum verður að vera a bad boy. Þú verður að vera bad boy. Já, ég er samt annað með bent, ég sé að hann sér eftir þessu og hann vill ekkert endilega að vera bad boy. Það er alltaf hægt að vera bad boy á hans að vera meiðaðra, með það ekki? Á rétt. Jú, ég held það. Bent er góður drengur, ég elska hann. Já, við getum kvittandi það hér í þessum þætti. Bent er góður drengur og talandi nýja lagið, þetta eru Rottweiler, en þú, ég heyrði lagið hann, það er geggjað og hlaka til að lifa hlustendum að heyra. Þú er samt bara einn rappið, ekki? Jú, ég er bara einn í laginu, það veist Rottweilerhundar er náttúrulega ég, Erpur og hann Lúlli. Já. Og þetta er ég og Lúlli, þannig að það er svolítið réttlætir að þetta sé Rottweiler lag. Já. Ég hefði svo sem geta kallað þetta bara lag með band, en við erum allir svo miklu smellmellur maður, við viljum, og Rottweiler er sterkt brand, klikkar á það og svona. Þannig að það er nú alveg það bara. Ok, þannig að þú ert einn rappband, er náttúrulega Lúlli með þér, þannig að það er, eru þið minna saman núna, Rottweiler hundarnir, að syngja og skemmta? Já, við komum kannski fram aðeins sjaldnar, sko, Erpur aðalega einbætti sér að sínu sólóefni og svona. Já. En það eru við búin að vera 15 ár, sko, hljómsveitin, sem eru 1000 ár í rappárum. Þannig að alveg, maður verður náttúrulega að taka til í litlum hliðum, svo kannski best að spila bara einu svona ári og rukka þá meira eins og hvora sig gera. Já, taka svona stóru giggin saman og þess á milli að vera í sikkurri lagi. Já. Þú ert náttúrulega líka að ferða oft með Steinda. Já. Að syngja og tralla. Já, við vorum að tralla nú bara saman, ég og þú og Steindi og Gils og allir á spott núna. Já, við glemdum nú að þakka öllum sem mættu, það hvað, 1000 manns þarna maður. Já, við getum bara þakka bara öllum fyrir það núna, því líka veistlan. Já, það var hrikalega gaman. Páskatúrin í heild. En nýjasta lagið er eitthvað sem þú vilt segja okkur með, það heitir það ekki í síðasta lífi. Næsta lífi. Í næsta lífi. Já. Sem svolítið eftir þessu þarna sampli úr fósbræðurum þarna. Kannski í næsta lífi. Aumingi. Var að nota þarna. Já. Og veist þarna, já, þetta er bara svona eins og flest lög sem maður hefur verið að gera, þá er þetta svolítið bara djammið og svikið. Já. Og maður svona reynir að hafa þetta skemmtilegt á þess að vera glorifæjað og mikið fyrir það og ungu áhrifagjöndum sem getur verið að hlusta. Já, ok. Þannig að ég finnst það bara nokkuð skemmtilegt lag, sko, og vonandi ferða í byllandi spilun hérna á FM 957. Það er 100%. Já, ég er búin að heyra það og mér finnst það virkilega flott og bara áður við sleppu ég ætlum ekki að sleppa það strax, við viljum að heyra bara hérna lagið, þannig að hlustendur viti hvað við erum að tala. Hér er nýjasta lag Rottweiler og hann sem að Bent fyrir á kostum í næsta lifi, tekum á sem. Sánastendingahjörð í amerískum fötum, þambatu og glösum standandi í röði, bankastræti Geislaði Ísland, þetta vera veistla Geislaði búkan braf Geislaði hann áður en þú veist að við neyslan Hætt að vera veistla Í næsta lífi aumingi, þetta er það nýjasta frá Rottweiler Bent, já, hrikalega gott, hrikalega flott og já, takk fyrir það. Til hamingju með þetta, ég var mjög ánægð með þetta lag og já, ég líka ánægð með líka með vídeóið og hérna skotin hana yfir
þarna prikkinu. Þyrluskotin eru rosaleg. Já, endilega tjekka því. Þetta geta fundið það á Vísi og YouTube og til þetta er YouTube. Ég ætla að spyrja, máttur vera þarna á stróknum? Já, svona semi. Það er alltaf mjög flott skot. En það er eitthvað sem segir mér að það verið þarna uppi og svo hefði verið bannað en þá varstu búin að ná skotunum sem betur fyrir. Já, það er svolítið þannig. Það er svolítið þannig. Til lukum með þetta stórkostlegt lag og það er þetta að finna þetta inn á YouTube, ekki? Jú, endilega tjekkið. Endilega tjekkið á þessu. Er þetta að spila eitthvað helgina? Eitthvað sem þú vilt plugga hérna? Nei, já, maður er ekki að spila neitt núna helgina, sko. Næsta gig er hérna á Húrra í vegum Grapevine og svo lofaði ég félögum mínum að plugga hann Secret Solstice sem er náttúrulega að spila þar og Blas Rocka líka og Wu-Tang Clan og náttúrulega allir. Gægjað, tekkið á því og svo er náttúrulega við ætlum ég að heyri í MC Gauta eftir því að það er Extreme Ak. Þannig að ég er búin að sem flesti sé á leiðinni til Akureyrar en Jón Jónsson er farinn en við tókum upp fyrr í dag, fórum við í dagskvöldið sem heitir Hástétt og betur og ég ætla bara að láta hann byrja núna þannig að nú kemur bara innkoma og skulum sjá hvernig þetta gekk í þessum dagskvöldið sem er í staðinn fyrir Gett og betur. Það held ég kæru hlustendur þér að hlusta hér á FM 95 Blö á FM 957 Röðan Blöndal, Egill Einarsson og Jón Jónsson sem eru með ykkur til 6 í dag og já, það er komið að dagskrárlið sem að Jón Jónsson heldur ég er orðinn pínu spenntur, það er ekkert Gett og betur í dag því að Steindi Junior eins og áður hefur komið fram í Danmörku en ég ætla að senda boltan yfir til þín, Jón Jónsson. Já, komið þér sæl og verið hjartana velkomin í Hástétt og betur. Hástétt og betur? Já, þessi svona hærri stéttin. Já, ok. Yes. Skilurðu? Það er að henda mér mjög vel. Já, þú ert svo ríkur og þetta er bara að henda með mér, Ólsið við Beverly Hills. Já, akkurat. Blöð í the gutter. Þannig að ég er líklegur núna. Ég blöð náttúrulega búin að vera að standa sig vel í gettóinu, sko. Þannig að spurning hvernig hann er þarna í Hástéttinni. Já, ég er vonið að geti tengt þetta allt saman. Já. Ok, Hástétt og betur, mér leirist vel á þetta. Eru þið tilbúin, drengir? Er það ástæðan fyrir þessi bjalla er þarna, þessi kósi bjalla? Ég þarf alltaf að fara yfir það, þú veist, ég er ekkert fyrir eitthvað svona byssu-dót, skilur, ég hef bara aldrei séð byssu eða fíknefni, skilur, ég veit ekkert hvað þetta er. Þannig að ég er bara með venjulegan spurningarleik hérna eins og við gerum alltaf í Hástéttinni og það er hérna bjalla. Mjög smekklega bjalla. Ég ætla að prófa hana. Sé hún er dýr. Ó, þetta er svona kósi. Þetta er svona kallað þjón. Já, þetta er svolítið þannig. Já, dýrbjalla. Mjög dýr. Og ég er auðvitað svolítið þjóðnin eitthvað líka því ég er að bera hérna fram spurningar. Já, skiljum. Við erum tilbúinir. Þið eru klárir? Já. Ok. Ég er komin í stellingar. Ok, búin að tæma hugan flott. Þá er það fyrsta spurningin í Hástétt og betur. Þú ert high on cash. Búin að gigga. Það er ekki þú ert low on cash. Nei, það er high on cash. Þú er búin að gigga mikið. Það er nóg til. Hvað gerir þú? Það eru 3 möguleikar. A. Kaupir eitthvað fallegt fyrir börnin eða sískinni. Já, fyrir mig. Já, það er flott, ekki barn. B. Býður góðu vinafólki út að borða. C. Trítar sjálfan þig og fer til útlanda. Já, Egill, út á undan. Trýta sjálfa og fer til útlanda. Það er hárrétt. Ég ætla að hendi það. Þetta var eina sem ég gætt gert þarna með. Það var hvorki börn ég vinni. Þessi var auðvelt. Við byrjum þetta bara svona rólega, skilji. Calling in the lead. Ok. Já, Egill er að vinna þetta 1-0. Næsta spurning. Hreindgerningakonan mætir og seint að þrífa sem verður til þess að konaðinn kemst ekki í litun og plokkun. Hvað gerir þú? A. Rekur hana og lætur alla ríku vinina vita. B. Borgar hann ekki og lætur loka á vísakortin hennar. C. Spreyjar Ajax í augun á henni og þrífur sjálfur. Já, Egill, ég held ég að ráða þessu. Já, mér sýnist það. Ég var lengi að átta mig. Ég rek hana og læt alla frægu vinina minn og ríku vinina vita. Nú myndi ég segja A. Rátt. Ég ætla að segja hana. Hérna bjallan. Ég myndi spreyja Ajax í augun á henni og... Já, það er bara hárið. Gjörsamlega niðurlag. En myndir þú þrífa sjálfur samt? Já. Þú tekur það bara á þig. Já. Maður verður að hafa reynd heima, skiljið. Það get ekki þrífa. Það var að að sé. Ég var ekki alveg klára á það. En þið náttúrulega gætu náttúrulega loka á vísakortinu líka, eða ekki? Já, mér varst það bara mikið. Það er bara eitt sínda. Það er ekki þessi. Nákvæmlega. Þá er... Það er 1-1. Þetta er rosalega spennandi. Ég er að skýta í mig. Þá er það þriðja spurning. Þú ferð á Glow. Þetta er bara, þú veist, svona basic þriðdags hádegi, skilur. Ferð á Glow, kemst að því að brauðið er ekki spelt. Hvað gerir þú? A. Segir við kokkin, you're not a nice cock. Svona til þess að niðurlæga hann. B.
sendir vefpost á Sollu og segir: hvað er málið með að brauðið sé ekki spelt? C. Bankar skeið í glasin á staðnum og segir: gott fólk, við höfum verið blekt. Auðun, ég myndi taka skeiðina í glas og segja: gott fólk, við höfum verið blekt. það er bara hárrétt. Það er bara að blekja okkur. Það er bara að standa strax upp og standa fyrir sínu, skilji. Þú veist, bara gott fólk, það er bara að blekja okkur. Brauðið er ekki spelt. Algjörlega. Það er náttúrulega, og hugsaði hvað myndi gerast inn á staðnum. Það er fólk myndi halda bara að væri búið að borða speltbrauð, þú veist. Og er ekki spelt. Já, það er allt vitlaust, ég veit ekki það. Þú myndir strax fara, þú veist, það myndir kveikna spurningar, þú veist, hvað með hummusinn, skilur? Er hann gerðnur hérna eða, þú veist, skilur? Mjög vel gert að blöð, snöggur að svara. Algjörlega. 2 blöð. Já, þetta er gott, þetta er sterkt hjá blöð að vera komin yfir. Fjórða spurning, þú er búin að taka vel á því rektinni. Þið kannist vel við þetta. Þú ætlar að fá þér passion boostin sem þú færðir alltaf eftir æfingu, en mangoið er búið. Hvað gerir þú? A. Segir í hæðnistóni: ekkert mango, ertu mongo? B. Segir: hey, where did the man go? C. Hvað er að gerast þetta, maður? C. Tekur poka af chíafræjum og hellir yfir afgreiðslustöðuna. Egill. C. Það er hárrétt. Það er bara þannig. Enn og aftur eru að vinna með instant niðurlægingu. Það er 2-2. Þú veist meina ég hástétt og betur að það maður á að niðurlæga. Já, sko, ef að þeir sem eru í hægri stéttinni, sko, þeir eru alltaf bara að líta niður á alla. Já, ok, það er bara þannig. Okay. Þú veist, það er bara sama hvað það er, sko. Okay. Það er bara hróki. Maður að setja síðan. Hróki alla leið. Ein auðveldi þetta. Hvað kostar kíló af humri í fylgifiskum? A. 3,6. B. 7,9. C. Þeir gæti ekki verið meira sama. Það lítur að vera að sé. Það er hárrétt. Þú bara svæpa kortinu, maður. Við erum alveg saman verð með hann. Spennan eykst og ég get ekki sagt að það sé nóg eftir að stiðja pottum, því að það eru bara 3 spurningar eftir. Ok. Þú ert með garðveislu og ert búin að bóka Garðar Thor Kortes til að koma. Mikill meistari. Hann hringir með litlum fyrirvara og segist vera lasin. Hvað gerir þú? A. Hringir í Bóhall og býður honum 2 laun. B. Fær Garðar sjálfan til að árita 200 plötur í staðinn og gefur öllum gestum. C. Segir Garðari að hann muni aldrei aftur vinna þessum bæ og skelli svo á hann. Já, Egill. Þetta er allt góðið valmöguleikar. Mér langar að niðurlega hann og láta hann kvitta á þess að diska menn ég horfði á hann klokkan fullt. Ég set B á þetta. Það er bara hárrétt. Yes! Langar að horfa á hrókafullum með hann árið á niðurlæðina þess, kvitta á þess að diska þetta núna. 3-3 maður, wow. Þetta er, sko, ég tók þetta eiginlega lengra, sko, að því að pælingin var, þú veist, að Garðar væri bara heima að sér úrstæða lasin, en hann bara fær hann á staðir, ok, þú getur kannski ekki sungið, þú getur kvitta hérna. Það þú bara áriðar þess að kvitta á þetta. Ok. Þetta er svo spennandi, 2 eftir. Ok. Þú gengur út úr kultumenn með fullar hendur af nýjum fötum, kemst að því að átíðin er bilaður. Hvað gerir þú? A. Færið einhvern sem er bara vestlaðan í kringlun til að skutla þér heim og gefur skutlarunum fötin. B. Færið aftur inn og platar Vigga Lotto til að laga bílinn. C. Lætur konaðina pikka þið upp á bensanum. D. Kveikir í átíðinum, tekur taxa upp í BL og kaupir Range Rover skelli hlæjandi. Já, Auðun Blöndal. Ég ætla að taka sjansin á D þarna. Það er rétt! Bara kveiki í honum og hóðsinn í hann. En hvað með B? Lappin í kúltur, Vignir? Já, reyndar. Ég hugsa það. Það er, ég skal... Þú ert að fara að laga bílinn. Þessna tók ég sjansin, þetta var B eða D. En þú veist, ok, gæi sem veit allt föt, veit hann allt bíla? Já, búið segja bara laga þetta. Veit hann allt bíla, hefur ekki fengið, ertu ekki með Vigga á Snapchat? Nei, ok. Nei, hann er bara alltaf bera ofan að laga mótuhjólinn sín. Ok, reyndar. Ég bara... Ég hugsa stundum, okkur er hann að senda mér þetta? Já, ok, bara, sorry, Viggi. Það er kveikið þér. Já, að hefnast. Það er reyndar, hann er náttúrulega fáránlegur sem maður, sko. Þú ætlir kannski að fara að kaupa þér bindisnælu eða eitthvað. En lappar út, þú veist, með jakkaföt. Hann er eitthvað, sjáðu þetta hérna. Kostar. Líka bara sjá þetta á þig. Hann fær mig til að trúi sem er þykkt hár. Bara sjá þetta á þig, maður. Sjá kallinn, ég er bara að hugsa, wow. En síðasta. Herri, það er síðasta spurning. Ég get náði X. Og
það er bara svoleiðis. Þú getur í raun og veru jafna þetta. Ég sætti með punktinn. Eða eigum að segja að það eru 2 stig í pottinu fyrir síðustu spurninguna. Það gæti. Ok, hann gæti unni. Gæti unni. Það er victory that cup. Ok, því að staðan er 4-3 fyrir blöðvélinni. Sko, Steindi, hann spyr alltaf hvað með í vöðsónum. Mín er bara einföld. Í hverju eru þið núna? Og endilega bara taka fram bara merki, ég vil heyra merki. Ég er í ítölskum leðurböksum. Hvað er merki? Þetta eru joggingbuxur Egill. Þetta er ekki leðurbuxur. Hann er strax að svindla. Ég er í ítölskum leðurbuxum, hann er í joggingbuxum. Síðan er ég 55 skóðan Timberland skó. Ok, Timberland, hann er búinn að name-droppa Timberland. Og ég er ykkur rándýru nærbuxum. Timberland. Hvað eru Timberlandarnir gamli samt? Sérðu bólinn sem hann í, það er eitthvað fæðubóta efni. Hann rendi niður og rendi upp. Ég er að bodybuilder. Hann er í fríum ból frá EAS. Ég er í fæðubóta ból. Og síðan er ég í 70 skona hettupessu. Herru, ég er hérna í Nike-ból. Ok, Nike-bólur. Já, svona annarstun. Ég er í Lindeberg gallabuxur frá Kultúr. J. Lindeberg. Ok. Viltu ræða þessa skó eitthvað? Ok, glænýjum bara alveg alhvítum shiny Nike-urum. Já. Ok, sæll. Þannig ásatt að vera í ræktin í þeim. Svo er ég dísel nærbuxum. Dísel nærbuxum, hvernig nærbuxum er þú í? Ég er ekki nærbuxum. Vá, heyrðu. Kommando í leðurbuxunniðinu, það gæsa löpum. Ógæsla sveitur. Heyrðu, sko, að því ég sé Egill, ég sé hann er ekki í leðurbuxunum, skilur. Hann hefði hugsanlega getað tekið þetta í ítölsku leðurbuxunum. En hann er í joggarunum og... Við maður komið einskott. Hefur einhvern tíma séð eitthvað svona high society gæja gangi í gallabuxum? Hefur einhvern tíma séð eitthvað þessi drölla peningum? Frekar en joggingbuxum? Gallabuxum eins og okkur verkamað. Frekar en jogging? Málið er að hjá uppurklassinum þá er bara í leðurbuxum og jakka. Nei, sko. Gallabuxunar eru svolítið joggingi hjá uppurklassinum, skilur. Það er bara svona fara út eitthvað skrepp út í búð, þá fer hann í J. Lindeberg buxunar sínar, skilur. Ég er að lesa það. Eru að tala um það að þú sitt að taka hann bæði í gettóinu og ég trúi ekki hásgettóinu 6-3 Þetta var stórskemmtilegt, Jón, þetta var hástétt og betur og sveimi það bara toppar ekki gettó og betur. Takk fyrir mig, Thank you. Secret Solstice kynnir í fyrsta sinn á Íslandi. Wu-Tang Clan, stærsta rappljósveit 10. áratugarins, kemur fram í Laugardalnum í sumar á samt FK Twigs, Kelis, Gus, Hjálmum, Ham, Valdimar og Enzimi. Hvar verður þú þegar sumarinn er hámarki í helgina 19. til 21. júní? Ekki láta þið vanta á Secret Solstice í Laugardalnum í sumar. Miðasala í fullum gangi á Tix. Kynnir í samstarfi við Bola og Doritos hinn trillta Jason Rouse uppistand í Háskólabíói föstudaginn 5. júní. Those Lord of the Rings looking motherfuckers. Hello, would you like some chips? Þetta hirðfíp frá helvíti ætlar að gera allt vitlaust. It's not really a comedy show anymore, it's more of a hostage situation I got here. Óbeislaður, engir fangateknir og brjálæðislega fyndin. I always wanted kids, but I could never catch them. Jason Rouse í Háskólabíói. Miðasala í fullum gangi á miði.is. Nú vekki athygli á réttum á kvöldsæli okkar. Tikka masala, eldheitur matarskjúklingur eða vindalú sem klikkar aldrei. Hraðlestin. Ekta indversk matargerð. Það er ótrúlegt hvað þú styður marga þegar þú spilar með á laugardaginn. Þú heldur ósjálfrátt. 5 gegn 5 og það er ekkert gefið eftir í úrslitakeppninni í Dominos-deildinni. Sjáumst á vellinum. Dominos. Fréttablaðið er helgarblaðið. Ilmur Kristjánsdóttir leikona hóf störf í borgarstjórn í vikunni og tekur þar við formennsku í velferðaráði. Fjölgun öryrkja er þrefalt hraðari en almenn fólksfjölgun á Íslandi. Fjallað er lífstílstengda sjúkdóma, kostnað vegna þeirra fyrir samfélagið og skort á forvörnum. Ítalski sjúkraþjálfarinn Alberto Cairo hefur helgað líf sitt fólki í Afganistan sem þarf hjálp við að komast aftur út í lífið. Starfsmenn Grensásdeildar heimsóttir sem voru nýlega heiðraðir fyrir að vinna kraftaverk á degi hverjum. Helgarblað Fréttablaðsins ómissandi hluti af góðri helgi.
Hamborgarafabrikunar. Það er rétt, FM 95 blöð er í boði Hamborgarafabrikunar og við erum búin að vera þetta síðan 4 í dag, klukkan er orðin 4 mínútur yfir 6, þetta er búin að vera það þéttu þáttur að við erum komin í yfirvinnu hérna. Já, og það er ekki stuðlag. Nei. Þegar klukkan er meir en 6. Náðum ekki stuðlagi því miður. Sko, það er alltaf geimt í restina, í lokin, þangað til og þú reynir að mjaka því úr prógraminu og það tókst þetta til hamingju. Jón Jónsson með svo orðin og setna að fara að keppa og hann er farin með þökkum honum kjallaði fyrir aðstofan í dag. Thank you, Jan. I love you, Jan. Steindi Junior verður mættur hér aftur næsta föstudag, þannig að þá verður við þrír hérna aftur. Já, við erum að fara að segja hvað hann gerði í DK og svona. Já, hvað var að gera köpinn og svona og þannig að það verður gaman. Ég vil minna á úrslitaþáttinn í Ísland Got Talent, hann er á sunnudaginn. Ég ætla að mæta. Já, þú er í salnum og hann byrjar klukkan 10 mínútur yfir 7, ekki missa honum. Ég hvet alla Tindastólsmenn hér á höfuðborgarsvæðinu til að mæta á Haukar Tindastól núna klukkan korter yfir 7. Ég var í Tindastól 3 síðasta sunnudag. Mjög ánægður með króknum, glerharður. Ég er á leiðinni í Haukahúsið, vonandi Tindastól komast í 2-0 í þeirri seríu og svo vil ég minna á AG Extreme. Það er, MC Gautu og félagar eru komni norður. Ég ætla nú að heyra í honum í dag, við bara runnum út á tíma, en ég hvet alla til að kíkja norður á Akureyri. Við þekkjum það, það er gaman á Akureyri, mikil stemming og ég held að þetta sé einn stærsta helgin á árinu þar, þannig að endilega kíkja norður, lofa ykkur þið verði ekki svikin af því. Takk fyrir hlustunina í dag og hafið það gott helgina. Við heyrumst eftir viku og vonandi sjáumst á sunnudaginn.